Já, velkomin að Rauða borðinu á 50. Það hörkustuð á Íslandi. Það eru forsetakjör. Það eru kappræður í gangi núna á Stöð 2, voru á Mogganum, eða var allavega reynt að senda út á Mogganum fyrir í dag. Það eru skoðanakannanir sem rigna inn og þetta mun setja svip á þáttinn. Við ætlum að taka svona 2 holl eins og sagt í umræður forsetakjör. Hérna aftast í þættinum að þá mun hann Björn Þorláks stýra umræðum þar sem að koma Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri, Sara Óskarsdóttir, listakona, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og Karl Héðinn Kristjánsson sem formaður ROða, félags ungra sósíalista, og munum ræða forsetakjörið. En áður en að því kemur, þá kemur svona heldri deildin til mín. Það Þórhildur Þorleifsdóttir sem leikstjóri og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emeritus, Guðrún Jónsdóttir sem var lengi vel talskona Stígamóta og Þröstur Ólafsson, hagfræðingur og aðstoðarmaður með minnir 3 ráðherra, fólk með mikla reynslu og mikla yfirsýn. Það eru gaman að fylgjast með því. En við ætlum aðeins hérna svona á meðan að kappræðurnar að klárast á Stöð 2 að fara yfir kannski viðburði dagsins, ég og Björn Þorláks. Blessaður. Það hérna, þú getur sagt mér fréttir af því að ég eiginlega misti af kappræðunum á Mogganum. Ég reyndi að fara þar inn og var þar inn í smá stund, svo hringdi ykkur í mig í símanum og þannig að ég datt út og ég komst aldrei inn aftur. Þannig að ég meila mista þessu. Það var reyndar mjög erfitt að detta inn í þessar kappræður sem voru auglýstar sem heitustu kappræðurnar. Þær voru ekki heitar, þær voru alveg botnfrosnar í 40 mínútur. Fóru ekki að stað vegna einhvers tæknigalla. En þegar þær hófust, þá átti maður svona kannski von á því að það myndi hitna eitthvað í kolunum, því við höfum séð kannski það að Stefán hefur verið með beittari spurningar, beittari efnistök heldur en margir aðrir spyrlar. En svona til að gera langa sögu stutta þá mitt mat eftir að hafa fylgst með þessum umræðum að það tilraunir Hans og Andrésar Magnússonar svona til þess að koma með einhver ný hneyksli eða íta einhverjum öðrum hneykslum svona lyfta undir þau. Það fjalli eiginlega allt sjálft sig. Og hvaða nýju hneykslið var að vera að bjóða upp á? Þeir hafa eins og Stefán Einar, hann kom fyrst með Hommaklúbbinn, Já, jú. Hann kom fyrst með samstarfssamning í Argentínu hjá henni Höllur Hund. Já. Og hann var fyrstur sem að fór að ræða þungunarof að Katrín Jakobsdóttir hafi sagt í viðtali að vilja heimila þungunar og allt fram að fæðingu. En síðan hafa aðri fjölmiðlar svolítið verið að fara með þessi mál hans. Þannig að hann hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á umræðuna. Hún var töluvert ágengt í þessu, en það sem hann gerir í dag, það sem hann gera í dag það að þeir reyna að sýna fram á að Halla Hrund sé spillt og hún átti sig ekki á því það eru umræðu valdmörk forseta og hvenær persónulegar skoðanir forseta eigi að hafa áhrif á embættisstörfin, að hann aðgreini persónu sína frá störfunum. Og í þeirri umræðu þá sem sagt kemur Andrés Magnússon með þá kenningu að hún hafi til dæmis farið út fyrir valdsvið sitt þegar starfsmaður hjá henni var bæði á launum hjá Orkustofnun á þarfir Karen Kjartansdóttur og hafi einnig verið að þiggja laun fyrir kosningaframboð Höllur Hrundar á sama tíma. Það gengur allavega upp tímalega. En hún bara svarar, það alveg rétt, að hún var einhverja viku í báðum stöðum, en hún var í sjálfboða vinnu fyrir framboði mitt. Og þar með, þetta er svona spurning, þetta er svona eitt dæmi fílubombu sem að verður þá að engu. En líka fannst mér það koma svona einhverja ágengar. Það reyndar þannig að ef ég er að borga þér laun og fæði svo til þess að vinna í sjálfboða vinnu, ef ég er að borga þér laun í einhverju stofnun og fæði svo til þess að flytja með mér í sjálfboðavinnu, þá er það svona ákveðin misnotkun. Já. En þarna verktaka. Verktaka greiðsla til Karenar á vegum Orkustofnunar, einhver tímafjöldi og maður gat ekki sé glæpinn í þessu. Og síðan mér fannst svona heilt yfir að báðar höllurnar, maður sá að þær hefðu þroskast töluvert. Á þessum 6 vikum sem Já, á þessum vikum sem liðið hafa. Og þær eru farnar að taka meira á móti og þær eru líka farnar að víkja orðum sínum að málum sem koma Katrínu Jakobsdóttur ekki
ekki mjög vel að sé imbrað á. Það bæði gasamálin, það linkind íslensku ríkisstjórnarinnar og svo staða sem hér gagnvart hérna Palestínu og það fátækt og það misskipting og svo náttúrulega þetta þessi auðlindamál sífellt dregin fram í dagsljósið og það aðeins harðari tónn. Þetta eru mál sem að maður myndi ætla að væru til þess að taka kannski vinstra fylgið af Katrínu. Þetta svo nefnir svo. Ég gæti trúa því og sko mér finnst spyrlarnir eins og það sem ég hef hort á núna í kvöld hjá honum Heimi á Stöð 2, mér finnst þetta svolítið mjúkt hjá honum á sama tíma og við þekkjum það báðir að samfélagið á suðupunkti vegna þessara kosninga. Það var sjaldan að aldrei verið meiri tilfinningar hjá almenningi. Og stór hluti tilfinningana hann sprettur af því einu að 4/10 Íslendingum get ekki hugsa sér að þessi glóðvolgi forsætisráðherra verði forseti og mér sko það sem mér sýnist vera að gerast að spyrlarnir að reyna að halda pottlokinu niðri en frambjóðendurnir þeir aðeins að lyfta því. Þeir verða náttúrulega að gera það því að það þurfa allir að sækja. Katrín þarf líka að sækja. Það enginn sem þolir það núna að vera í vörn. Sérstaklega ekki eftir að minnsta kosti 2 kannanir af 3 í dag. Eigum við kannski að labba aðeins yfir kannanir. Ég ætla að byrja á félagsvísindastofnun. Þar Katrín efst, en sko málið með þessa könnun, hún með 26,3% og síðan koma þeir 8,5, 8,4 höllunar og Baldur þar fyrir neðan. Sko vandinn með þessa könnun og mér finnst að næstu því hún varla birtingahæf vegna þess að þetta könnun sem var byrjað að gera fyrir miðja síðustu viku. Þannig að hún tekin yfir rúman viku tíma. Og sýnir raunverulega frekar stöðuna í síðustu viku heldur í þessari viku. En svo við kannski þegar förum yfir hinnar kannaninnar, þá sjáum við svona að það má merkja mjög ákveðna sveiflu sem hefur verið. Og þetta, ég veit ekki hvað það minnugur, en það var til dæmis maskínukönnunin í lok síðustu viku, þar sem að Katrín var með 7% stiga forskot á næstu. Munstri var eiginlega nákvæmlega eins og þetta. Og það sem gerist þegar þú ert með svona könnun sem tekin kannski yfir viku eða 10 daga og þá sendur þetta út alltaf sama tíma og svörin fara að berast og mest af svörunum kemur fyrst. Þannig að könnun sem tekin fyrir miðja síðustu viku og fram að deginum í dag, hún frekar svona miðjapunktur hennar kannski svona föstudagurinn í síðustu viku, kannski laugardagurinn. Það ekki, sko, þú tekur ekki þessa 10 daga og skiptir í tvennt, heldur hún eiginlega svona hjartað í könnuninni, eða miðjan í henni, svona 1/3 frá upphafsrit. Og þetta, fólk mislesi þetta eiginlega hver mánaðamót þegar Gallup kemur með sína sem tekin yfir heila mánuð og það var kannski nýbúið að birta maskínukönnun sem tekin yfir kannski tæpa viku og miklu nýrri tíðindi og þá gerist eitthvað tíðindi í maskínukönnunni, svo kemur Gallup-könnunin sem raunverulega gömul könnun og þá segir fólk og heldur eitthvað hafa verið breyst, það hefur raunverulega ekki gert það. Og þetta að því þetta svona spennandi dagur að þá fannst mér þessi birting á félagsvísindastofnun þegar líða á daginn svolítið sérstakt. En af því að ég ætlaði samt að sýna þér innan úr könnuninni til dæmis hvernig núna kemur upp á skjáin hvernig karlar og konur kjósa. Þá sérðu það að það alveg jafnt hlutfallið hjá Katrínu. Hún með jafnt mikið frá körlum og konum. En Halla hins vegar með miklu meira fylgi hjá konum heldur en körlum og munar sko það svona 60% af fylginu hennar konur en 40 kallar og eiginlega meira sko ég myndi segja svona 63%. Halla hins vegar alveg öfugt. Hún með miklu meira fylgi hjá körlum en konum. Og það sama á við Jón Gnarr sem þarna rauður, ég ætti kannski að segja litina, Katrín græn og Halla lillablá og Halla Hrund appelsínugull og síðan kemur Baldur og hann með miklu meira fylgi kvenna heldur en kalla. Og Jón Gnarr hins vegar meira fylgi kalla og svo kannski Arnar Þór með meira fylgi kalla og það líklega, ég myndi halda það að svona áður en að við byrjum að þessu að þú eiginlega gíska á það rétt. En hitt ekki, ég meina, ég gernum tíðina til þess fylgi VG og stuðningur við Katrín var alltaf miklu meira kvennamegin.
og þannig að það margt skrítið í þessu. Já, inneign Katrínar sem kvenleiðtogi, hún úr sögunni samkvæmt þessu, það að segja forskoti sem hún naut meðal kvenna. Já. Og svo skulum við skoða aldurinn. Já. Og þarna kemur það að þarna Katrín langsterkust í 60 ára aldri. Já. Í okkar aldurs 60. Ég verði á næsta ári. Næsta ári, Katrín og hún líka með mesta fylgið 45 og 59, en síðan byrjar það að dofna. 30 til 44, þetta svona foreldrakynslóðin getum við sagt. Þetta svona fólk sem með börn á heimilinu. Þar það Baldur sem efstur og síðan koma saman Jón Gnarr og Halla Tómasar. Og svo þetta komin í yngsta hópinn upp til 30. Já. Þar Halla Tómasar með mjög sterka stöðu. Já. Og Baldur líka. Já. Og það eiginlega Halla Hrund og Katrín sem eru með þetta svona munstur að vera sterkust í eldstu hópanum. Já, það mjög athyglisvert að Baldur, miðað við að hans fylgi sér þó ekki meira en það sé svona sterkur í 1829 ára. Ég held að sé vilja fá samkynhneigt par á Bessastaði. Það er svona statement og þú veist ef fólk vil gera eitthvað hvað að segja, eitthvað smart í kosningunum, að þá Baldur náttúrulega með skemmtilegasta tilboðið og kannski Jón. Já, sumir hafa búið sér til bara tilgang með kosningunum, þennan einan að kjósa samkynhneigt par á Bessastaði og berjast fyrir því og það þá sannlega eitthvað til að kjósa Já. Það myndi vekja athygli heiminn og það væri hægt að nota það og nýta það til svona mannréttindabaráttu. Já, heldur betur. En þetta náttúrulega dálítið dularfull kosning sem við erum að fara út í á laugardag, en hún annars vegar þessi grjótharði pólitíski veruleiki sem hefur birst okkur hérna og svo líka þetta persónukjör. Og fólk að kjósa eftir þokka, það einhverjir að kjósa bara eftir því hvernig frambjóðendur klæða sig. Þess er svona gaman að skoða til dæmis eins og vorum að gera núna annars vegar kynin, hvernig þau upplifa frambjóðendunar og aldurinn og ég með meira. Ég með næsta landsbyggðina og það sem það eiginlega bara eitt sem athyglisvert, það eru appelsínugula, það Halla Hrund sem frambjóðandi sem nýtur meira fylgist út á landi heldur en í mölinni og það eina sem sveiflast í þessu og þú heyrt þetta til stuðningsfólk talar að það muni koma einhver sveifla með henni og síðasta sem ég ætla að sýna stjórnmálaflokkarnir og þarna Katrín Jakobsdóttir Græn það nú sterkust náttúrulega í vinstri grænum og svo í Sjálfstæðisflokknum og svo í Framsókn. Þannig að hún hefur, og þetta verður verið alla tíð. Hún með 45,8% á Sjálfstæðismönnum. Sem og það náttúrulega 46% af Sjálfstæðismönnum miklu meira heldur en 68% af VFG því að VFG bara mælist með 5% en Sjálfstæðisflokkurinn í 17%. Þannig að stærsti hópur stuðningsmanna hennar kemur úr Sjálfstæðisflokknum og þó ber að benda á eitt að því að Samfylkingin náttúrulega mælist stór núna með 27% fylgi og þar eru 28% af þeirra segjast alltaf styðja Katrínu og hún sá frambjóðandi sem hann fær mest fylgi af því, það annars vegar eitthvað sem við getum talað sem svona samfylkingafólk, bara kratar en svo þarna náttúrulega líka, ekki bara best að kjósa Kristrúnu, þetta skip sem að þvælist alltaf á milli, var hjá Framsókn síðast og þannig að þessi svona hverfulu kjósendur að hluti þeirra á bandi Katrínar. En við vitum að Katrín mælist með minna fylgi heldur en þeir sem standa að framboði hennar töldu Algjörlega. Að hún myndi fá. Og það sem vekur athygli mína í þessari tölu til dæmis að Framsóknarflokkurinn sé þó ekki með nema 39,7% stuðning við hann vegna þess að snemma eftir að Katrín boðaði sína þáttöku í þessum kosningum þá fór ég að fá símtöl frá fólki inn í Framsóknarflokknum sem sagði mér að þar væru þingmenn og ráðherrar mjög aktíft
ágætt að berjast fyrir því að fólk ætti að kjósa Katrínu og svona óbreyttu framsóknarfólki sumum hverju fannst þetta mjög óviðeigandi og ég fékk 2 eða 3 fyrirspurnir hvort þetta væri ekki sko eitthvað sem ég ætti að gera fréttum. Ég taldi nú að það væri kannski ekki og gerði enga fréttum málið en þetta dæmi það að rétt eftir að Katrín kemur fram þá framsóknarflokkurinn, ekki síður en sjálfstæðisflokkurinn, mjög aktífur í að reka áróður fyrir því að Katrín sé rétti fulltrúin og það mjög áhugavert að fylgjarnar sé að mælast innan við 4 í flestum könnunum. Ég man eftir grein frá Jóni Kristjánsinni, gömlum framsóknarmanni, svona sem ábíla margir svona gegnheilir framsóknarmenn líta á svona næstu því sem sálina í flokknum. Já, gamall heilbrigðisráðherra ekki satt. Já, nýtur svona almennt mikill virðingar inn í flokknum, hann var að lýsa við stuðning. Nei, ég held að það sé alveg klárt að sko þeir sem stóðu að framboðinu og voru hvetjandi framboðs voru sannfærið að hún myndi koma svífandi inn og ég hef sagt svona 50% kannski. Ég fyrir 60 eins og gerðist með Guðna og gerðist með Óla Ragnar og þetta væri bara eiginlega dautt mál og þannig fannst mér fólk tala sérstaklega svona hægri podcastin voru öll á því svona í janúar og febrúar að ef að Katrín myndi bjóða sér fram þá myndi rústa þessu og það var engin almennilega heilbrigður maður sem væri að velta fyrir sér sko forstaframbjóði án þess að vita það hvort að Katrín myndi bjóða fram því ef þú ætlar að bjóða fram á móti henni þá getur þú bara að vera eins og að hoppa hún í hakkavel sko. Það kom fram, það var einn punktur sem kom fram, það fór ekki mikið fyrir honum en það kom fram á mbl.is í kappræðinum í dag að hún og Ólafur Jóhann áttu símtal. Ég gat ekki lesið annað en það að Ólafur Jóhann hefði verið að, við munum eftir fréttum af því þegar hann hugsaði sig og margir sáu fyrir sér forseta í honum. En eftir þeirra símtal verður það úr að Ólafur Jóhann býður sig ekki fram, væntanlega vegna þess að Katrín sagði honum að hún ætlaði sjálf að bjóða sig fram. Og ég í takt við símtalið sem að Baldur að tala sem verið að benda honum á það að sko Katrín sé að fara fram. Já, en sko svo hann líka stór merkilegur Smári þessi rússibanni að þegar eftir að Halla Hrund sem hafði farið með himinn skautum dalar hratt og Katrín mælist hæst þá héldu að Nei, ég ætla að leiða þetta hún mældist hæst fyrst þá kemur hún inn á 32-33 hún dettur í 25 þegar Halla Hrund fyrir upp síðan liggur hún þar bara því að málið þegar Halla Hrund fyrir niður þá fylgið ekki til Katrínar heldur annað. En í einhverjum könnunum hún þarna hæst og eftir fall Höllu Hrundar tímabundið, hún aftur að sigla upp núna þá held ég að langflestir Íslendingar hafi talið að þessari kosningabaráttu væri lokið. En það svo sannarlega ekki þannig. Og núna eitt af því sem að manni finnst mest spennandi að velta fyrir sér að ég fæ nú Hjálmar Gíslason hér á eftir til þess að ræða við hann svo kynntir á hann og hann nú flestum Íslendingum gleggri að rýna í tölfræði og kannanir og eitthvað svona og það verður mjög spennandi að spyrja hann sko hvort það aktíft verið að dorga með herkjum upp úr þér skoðun þína þegar hringt út og það spurt hvernig þú ætlar að kjósa. Það gert sko, það komið fram. Já, ég hef heyrt það út undan mér að það séu kannski 4-5 spurningar á bakvið þetta svar sem segir okkur að mjög stór hluti þjóðarinnar veit ekkert hvað hann ætlar ennþá að gera og kjördagurinn algjörlega óskrifað blað. Það spurt sko hvað ætlar að kjósa, þetta búin að ákveða hvað ætlar að kjósa, hvað myndur að kjósa en hvað til að vera líklegast að kjósa og það eitthvað svoleiðis áfram. Þetta hefur oft verið notað fyrir einhverju síðan þegar sjálfstæðisflokkurinn var og hét eins og sagtir að þá var síðasta spurningin en hvað til að líklegast að kjósi sjálfstæðisflokkin eða hitt og þá var sko restinni dreift með sama hætti og dreifingin var hjá hinu flokkunum. Og meðan sjálfstæðisflokkurinn var sko með 40-50% fylgi þá var þetta réttlætanleg spurning en svo hélt hún velli löngu eftir að flokkurinn sko grafið sem ég sýndi áðan, ég ætla að fá það upp aftur með flokkana því ég var ekki halnaði með söguna. Sko þarna nokkuð merkilegt, ljósguli liturinn, það Arnar Þór Jónsson og þú sér að hann eiginlega sækir fylgi sitt bara eiginlega í 2 flokka. Miðflokksmaður. Hann miðflokkurinn og svo flokkur fólksins. Hann eiginlega með ekkert fylgi annars þar.
Það er annað sem er blái hérna, það sem að það er Baldur Þórhallsson, það sem að hann er með hérna svona umtalsvert svona hlutfallslega fylgi, það eru Píratar, það er Flokkur fólksins sem hann er. Þannig hann er ekki að gera neitt í sko miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum. Þetta er náttúrulega, skal bara segjast, þetta eru flokkar sem eru oft með svona í svona persónu frelsismálum eins og afstöðu til innflytjenda, til þungunarofs, til samkynhneigðra eru náttúrulega bara á einhverju republikana línu. Þannig að þú sér að Baldur er ekkert, hann raunverulega, það var hægt að benda á að þetta er ástæðan fyrir að hann líklega mun ekki ná kjöri sem forseti. Ekki nema að það væri eiginlega bara kosið milli tveggja eða eitthvað svoleiðis. Vegna þess að hann er að rekast á sko vegg sem er þannig að íhaldssami hluti stjórnmálanna mun ekki sætta sig við samkynhneigðan mann á Bessastöðum. Þetta er mjög áhugavert. Eitt í lokin það eru sósíalistaflokkurinn neðst og það er svolítið stór súla sem er lengst til hægri, sem er svona föl grænblá. Þetta eru aðrir frambjóðendur og þetta myndi halda að væri sko stuðningur sósíalista við Steinunni Ólínu. Já, það er ekki ólíklegt. Nei, það mælist þar. Mér finnst líka áhugavert að þó 22,8% sósíalista halli sér að Höllu Hrund Logadóttur. Já, og þá vísa ég á eitt, að því að við erum búin að segja það og sögðum í upphafi, þetta er gömul könnun. Þetta er könnun þar sem að leit út fyrir að átökin gætu orðið á milli Katrínar og Höllu Hrundar. Þannig að ég myndi veðja á þess að ég þekki alla sósíalista persónulega. Ég myndi veðja á að þarna spilað inn í að sá sem að fara mest fylgi á sósíalistum er sá sem er líklegast til að geta komið í veg fyrir Katrínu. Og það held ég að við getum séð það í annarri könnun sem kemur hérna á eftir. Af hverju það er mikilvægt. Herðu, en eigum að halda áfram í könnunum? Það var prósent birti, það er sem að moggin hefur gert. Þar hefur verið svolítið sérstakar, það hefur verið meiri líkindi með maskinu og Gallup heldur en prósent og meðal annars að Katrín hefur mælst þar lágt. Þar var síðast að voru þeir alveg jafnar allar. En núna gerist það að hún mælist hæst, þetta er náttúrulega innan skekkjumarka, ég veit ekki hvort að ég taka það fram, en svona er leikurinn, Halla Tómasdóttir, og hann hún bætir meira við sig, en Katrín og Halla Hrund eru ekki að lækka frá því síðast, þær voru með rúmlega 20% í síðustu könnun. Það sem að gerist þarna er að Baldur og Jón Gnarr missa töluvert fylgi. Hann var rétt undir 17%, hann Baldur, og Jón Gnarr undir 12%. Þannig það er bara augljóst að þeir eru að missa fylgi. Og ég vek athygli á þessu vegna þess að í maskinukönnunni sem að ég held að ég sé með næst þar kemur eiginlega það sama, þar eru þær jafnar. Þarna var á föstudaginn í síðustu viku að þarna var 7% stiga forskot Katrínar á Höllu, sem að Halla er búin að vinna upp. Katrín mælist eilítið veikar, þetta er lægsta tala sem hún fengið á maskinu, sem að hlýtur að vera algjört sjokk fyrir hennar lið að mæta inn í síðustu könnun maskinu og vera með lægsta sem hún hefur mælst. En Halla Tómasar er á svaka flugi samkvæmt þessu. Og því er mögulega ekki lokið. Það er það sem ég hef séð til hennar í dag er hún hefur ennþá ekki misstigið sig. Hún hefur frekar verið að sækja á. Hún er náttúrulega fyrir utan kannski Katrínu ólíklegust til þess að mistiga sig í svona kappræðum. Ég held hún sé það. Hún er mjög æfð í svona. En þetta er eiginlega alveg með ólíkindum ef þetta fer svona að Halla Tómasdóttir verður forseti í töku 2. Við hlóum að því áratugi þegar einn blaðamaður gekk, hvað var það, 1996 að honum Pétri Hafstein og segir við hann svona, klappar honum á öxlina þegar niðurstöður kosninga lágu fyrir það gengur kannski bara betur næst og þetta var svona episkur brandari í blaðamannastéttinni sem eitthvað sem að væri algjörlega ómögulegt. Ég veit eitt dæmi það sem þetta hefur tekist. Veistu hvað það er? Nei. Richard Nixon. Sem tapaði fyrir Kennedy og vann svo
8 árum seinna. Það er ekki leiðum að líkast. Nei, það er ekki leiðum að líkast. Ótrúlega baráttu hundur sá maður. En sko, þú segir þetta er ótrúlega fágætt að lúser, það er sagt í íþróttunum að sá sem í öðru seti, það er fyrsti lúser, að hann nái, sko, við getum kannski ekki spáð úrslitunum, þetta er svo æsispennandi núna, en ef það gerist þá var það mjög sérstakt. Mjög sérstakt og eftir að Halla Hrund tók sitt stóra stökk, þá svona við bárum þær saman og maður hugsaði einmitt sitt, sko, býtu, hvað ertu að gera þarna? Ætti þú ekki bara að hætta, Halla Tómasdóttir? 4% menn hinn var komið við 30. Og sérðu svo hvað er að gerast í dag? Þetta er alveg lýgilegt. En það ef við fáum aftur upp hérna maskinu, að því að þarna kemur hérna í 3. sæti, þar er Halla Hrund, hún er með ívið meira fylgi heldur en síðast, þannig að fall hennar er hætt og hún talar svolítið þannig, að hún talar þannig að hún sé byrja að tala skýrar og kannski hann hafi mist frá sér fylgi að því hún hafi verið óskýr og verið með mikið af frösum og verið of nervus, en núna er búin að ná sinni fjöl, sem er svolítið skrítið þegar hún er að segja þetta. Það er svo, sko, þjálfarinn hennar að tala í gegnum hana. en hins vegar er þetta alveg rétt hjá henni. Hún var miklu öruggari það sem ég sá af Stöð 2 í kvöld og heimildinni í gær eða fyrradag. Já, ég tek undir það. Miklu öruggari. Ég tek undir það, sko. Þeir eru sumir sem segja að Höllu Hrund hefði skort hálft ár eða 1 ár. Til dæmis, ef hún verður kjörin forseti á laugardag, Halla Hrund, þá held ég að íslenska þjóðin gefi henni svigrúm til þess að þjálfast upp í því embætti til að gegna því með briljans í hálft eða 1 ár. Ég held að svona mörgum líði eins og að það vanti kannski herslumunin. Hins vegar Halla Tómasdóttir, mjög margir lýsa því fyrir mér að þeir sjáu hana bara ganga beint inn í hlutverkið. Og það er eitt. Og með plan. Já, það er eitt sem Halla Tómasdóttir talar mikið fyrir núna og ég held að sé að virka. Hún talar mikilvægi umbreytinga. Umbreytinga fórseti. Já, og mikilvægi þess að hugsa langt fram í tíman og koma með almennileg plön. Og þetta, sko, þegar maður sér Katrínu Jakobsdóttur sitja við hliðina á henni og maður velti fyrir sér hennar arfleið og óvinsældum ríkisstjórnarinnar núna og einmitt skorti á plani, skorti á framtíðasýn, þá hugsa maður það er ekki tilviljun að þær sem sækja að Katrínu núna hegða orðum sínum með þeim hætti sem það gera. Það er hérna, ég ætlaði bara að áður við tökum niður þetta skilti að þá er þetta sama sem að gerist þarna með hérna Baldur og Jóngnar. Þetta eru lögustu mælingar sem að þeir hafa fengið og þeir dunka, eða þú veist, missa, ég held að svona tæplega 3% stig hvor og þannig að þetta er svolítið að skýrast og þá eftir að koma í ljós að hérna þeir eru komin það mikið neðar að hérna það er ekki þetta svona, ég held að sé fáið sem að spáið í að Baldur eða Jón verði forseti, sko. Og þá getur verið að fara í sko okkur hreyfing á fylgi þeirra. Og þá erum við komin að þessari stórmerkilegu stöðu að vali stendur milli 3 kvenna og það hefur náttúrulega aldrei gerst. Nei. Það var annað eitt sem að mig var bent á í dag, þannig að ég held að ég er búin með þetta skilti, ég ætla að koma aðeins að öðru skiltum hérna á eftir, en hérna það var hérna eitt sem að benti mér á það í dag að það eru 84% kjósenda samkvæmt þessu sem að velja annarkvort hérna konu eða samkynhneigða mann. Þannig að gagnkynhneigðu karlarnir eru ekki að gera gott mót í þessum kosningum. Öfugt við til dæmis þegar 1980 eða líka síðast að þá var Halla raunverulega eina, þá var hún að keppa við 3 kalla, þá var hún að keppa við Guðna og Andra Snæ og Davíð. Áhugavert. En þú segir umbreytinga, að þú vill vera umbreytingaforsti. Þetta er náttúrulega hugtak úr svona stjórnunarfræði. Þetta er hérna kallar umbreytingaforstjóri, þess að kemur inn í fyrirtæki sem er í lamasessi og hann þarf að labba inn. Ég fengi svona verkandi. Það var að labba inn og hann þarf að segja, sko, ég er ekki að vinna í þessu fyrirtæki hér, sko, sem er hérna. Ég er að vinna í fyrirtækinu sem við ætlum að verða. það er svo mikilvægt fyrir þess að ef það er allt í steik, að þá getur þú sokkið bara ofan í steikina. Þannig að þú þarft eiginlega að halda þig ferði og sannfara síðan all liðið að það vilji koma ykkur leið með þér. Og þetta þarf hérna mikil orka sig fyrir þetta og náttúrulega eru ykkur sem eru í gamla, þú þekkir sögun af konu Lots sem að þau höfðu þurft að þola. Hétum ekki Sara? Hétum Sara. Ég held það. Það þurft að þola sko misþyrmingar og nauðganir og alls konar
anstig og þau voru leidd í burtu frá Sódómu og Gómoru og öllu því. En það var bara með einu skilyrði, þau máttu ekki horfa aftur. En hún horfði aftur af því að fólk leitar oft líka í sársaukann og pínuna. Þannig það getur verið rosalega erfitt að fá fólk til þess að fara yfir á nýja slóð. Jafnvel þótt að sko gamla slóðin sé ömurleg. Sérðu fyrir þér að einhverjir endi sem saltstólpar að loknum þessum kosningum? En ég er með tökuröðu viðbót sem skipta náttúrulega rosalega máli af því að við erum náttúrulega verið að tala um sérstaka stöðu Katrínar Jakobsdóttur og þetta, hún sést þarna hversu mikið eða lítið traust berð þú til eftirfarandi frambjóðenda og þá sérðu það að Halla Tómasar og Baldur eru þarna í 68 og 65 og það eru til dæla fáir sem hafa eitthvað aðtöða við þau, 14 og 16% og Halla kemur þarna langbest út og svo Halla Lóadóttir aðeins lakara og svo heitur Katrínu og þá ertu komið með sko 43%. Það bera bara lítið traust til mér. Og það ekki miðað við 42% fyrir 4 vikum eða eitthvað svoleiðis? Þetta er eiginlega sama. Það var ekkert minnkað. Það var enda spurning sem þú ert að vísa í, það var spurning hvernig viltu síst sem en hún er með 43 neikvætt, 46 jákvætt. Þannig að hún er eiginlega bara á nulli á meðan að til dæmis Halla Tómasdóttir er í sko plus 54. Þetta er náttúrulega, og ég held að þessi andstaða við framboð Katrínar hafi komið henni ávart og hennar fólki. Tímasetningin á þessu framboði Katrínar, bara, ég veit ekki hvað við getum farið mörg ár aftur í tíman. Þetta var akkúrat tíminn sem hún mögulega mun ekki vinna forsetakosningar. Já, ég veit það. Já, ég held að sé bara ótrúlega vond tímasetning. En svo er það bara eitt í lokin, það er hverjir eftirtöldu frambjóðundum yrðir þú sáttur eða sátt við sem næsta forseta og þar er Halla Tómasdóttir efst, svo kemur Baldur, svo Hallar Hund og svo Katrín og svo Jón Gnarr og svo Steinn Ólína. Og þessi mæling með Höllu, hún Tómasdóttir þar að segja, hún rímar við sko bestu frammistöðu. Þegar spurt hefur verið bestu frammistöðu í kappræðum. Það var sérstaklega fyrstu kappræðan. Var ekki eitthvað nýtt í morgun bara, held ég. Hver hefur staðið sér best í kosningabaráttunni? Já. Þannig að sko, það hlýtur að hjálpa henni á þessum síðustu klukkutímum fyrir áður en kjörstaðir opna. Já. Þetta verður mjög spennandi. Mjög spennandi. Og það kemur Gallup á morgun. Ég vona að það sé könnun sem að þeir gera kannski bara á 2 dögum, þannig að við sjáum, raunverulega, það sé ekki að koma eins og félagsvísindastofnun með einhverja svona fortíðarhala inn í þetta. Og svo er það mun koma þar, Björn Brynjólfur Björnsson skrifaði grein á Vísi í vikunni, þar sem hann var að því að stærsti hópurinn, einstaki hópurinn í kosningunum er ekki stuðningsmenn Höllu Tómasar eða stuðningsmenn Katrínar, það eru þeir sem vilja ekki Katrínu sem forseta. Og hann var að ávarpa þann hóp og það segi, ef ekki að koma okkur bara saman það, að kjósa þann sem er næstur Katrínu í Gallup á föstudaginn. Og í einni könnun í dag er töluvert bil á milli þeirra tveggja og þeir sem ætla að kjósa taktískt eiga þá auðvelt val en svo er önnur könnun þar sem það eru nánast nýjafnar. Þannig að það verður svolítið forvitnilegt að sjá sko hvaða skilaboð bíða þeirra sem ætla að kjósa taktískt á morgun. En svo er náttúrulega stór hópur sem við bara kjósa eftir hjartanu og sjálfur sér ætti þessi leikur að snúast það að þú bara bendir á þann sem að þið þykir bestur. Það er eitthvað að hjá þjóð sem er að benda á þann sem er skárri en svo versti. Það er, ég held að sé mér til sögur þar sem í Íslandi sem að segir að það sé ekki alltaf gott val. Nei, mér langar að segja eitt varðandi kvöldið sem er framundan annað kvöld, þá verður RÚV með þessar umdeildu kappræður. Og í stað þess að fara að vilja allra frambjóðenda nema Katrínar Jakobsdóttur og hafa allt undir einu þaki í einum þætti, þá munu þeir skipta þessu og maður sér fyrir sér hvað kappræðurnar annað kvöld hefðu orðið allt öðruvísi ef til dæmis Steinunn Ólína og Katrín Jakobsdóttir væri í sama þætti. Sama herbyggi, sama þætti. Miklu verið svo. Og bestu kappræðurnar, að því nú erum við búin að sjá Stöð 2 tvisvar og Heimildina og svo fyrsta þáttinn á RÚV, bestu kappræðurnar og fyrsta þáttur á RÚV. Sennilega. Ég skil bara ekki af hverju þeir vilja ekki endurtaka sérstaklega 11
frambjóðendur segja að við viljum vera öll saman. Sá 12. Katrín Jakobsdóttir skilar auðu einhvern veginn, segir að RÚV verður að ráða þessu. Af hverju tekur þá RÚV ákvörðun að hafa þetta áfram 6 og 6? Og ég held að þetta hafi gengið svona vel í þetta skipti sem við vorum með alla gómana vegna þess að þetta eru svo ólíkir frambjóðendur. Þetta eru svo margir litir. Þetta fjölskrúðugt litróf og það það sem heldur athygli áhorfandans gangandi. Við það að hafa öll í einum þætti. Ef við erum með 10 eða 12 framsóknarmenn sem allir myndu tala eins, þá myndi það ekki ganga. Mér fannst það líka að sjá það núna bara í kvöld að sömuleyti maður fyrir að vera leiður á þessu. Fólk að fá sömu spurningarnar og vera meira sömu svörin og þannig ég held að hefði verið snjallara hjá RÚV að bara stilla upp annars konar þætti. Heldur en að búin að vera núna í 3 skipti í röð sami þátturinn. Mér finnst líka ákveðin vonbrigði og bera vott Það 4 þættir í röð, sko. Það eru 2 á Stöð 2, einn á Heimildinu og einn á Moggan. Já, en sko það ber ekki mjög skapandi hugsun vitni heldur sko þegar sama spurningin kemur á mbl.is í dag og Stöð 2 kannski 4 sinnum sama spurningin. Nei, ég skil þetta ekki. Herðu, við skulum taka smá pásu hérna. Það kosið á laugardaginn, á sunnudaginn sjómannadagurinn og þá höldum við hann náttúrulega hátilar, en við erum svolítið stundum velti fyrir okkur hvort það sé ekki komið tími til þess að sjómannadagurinn geti líka orðið einhver svona baráttudagur, því að það náttúrulega margt breyst frá því að sjómannadagurinn var haldinn hérna í gamla daga, þegar fiskimiðin okkar voru almenningur, þar sem allir gátu sjótt fiski, nú fiskimiðin orðinu og eigna lönd sægreifanna. Þannig að við höfum leikið okkur á því að senda út ávarp óþekka sjómannsins og ég ætla að spila eitt frá því í hittifyrra á meðan ég sæki viðmælendur mína eftir þannig að ég kem hingað eftir augnablik. Ágætu landsmenn og félagar mínir á sjó og ekki síður þeir sem eru í landi, þeir sem hafa hrakist í land og þeir sem eru að reyna að draga fram lífið á strandveiðum, allir þeir sem þrá að starfa sem sjómenn og hafa til þess reynslu og getu en eiga ekki neitt kvóta. Mega ekki róa því þeir eiga ekki fiskinn, sem auðvitað ætti að eiga sig sjálfur, en sem nú skráður og þinglistur sem eign samherja og félaga. Gleðilegan sjómannadag til öll. Skálum fyrir draumi okkar frelsið út á sjó. Skálum fyrir draumnum okkar að geta fiskað og með tímanum stækkað bátinn okkar og jafnvel eignast vinnslu í landi, byggt saman upp betra þorp eða betri bæ, betra land. Skálum fyrir frelsinu sem horfið og gleymt. Það var gefið öðrum en ykkur. Skálum fyrir þeim tíma þegar maður gat rifið kjaft og þótt maður væri rekinn gat maður alltaf fundið annað pláss. Skálum fyrir þeim tíma þegar sjómenn létu í sér heyra og áttu öflug félög sem höfðu áhrif. Beygðu sig ekki fyrir valdi stórútgerðarinnar sem í dag ræður öllu. Fjandinn hirði það pakk. Það illur yfirboðari sem kúar fólk með launatekkanum, hótar fólki að svipta það lífsafkomunni. Það sannarlega skítapakk. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem byggðu upp fiskveiðar hringinn í kringum landið, tóku þátt í því að lyfta Íslandi upp úr fátækt og opnuðu fyrir nútímanum. Frelsuðu fólk frá örbirgð, hleyptu inn framförum og velsæld. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem fórnuðu lífi sínu við að teygja sig eftir betri afkomu fyrir sig og sitt fólk og í leiðinni fyrir samfélagið allt. Leiðinlegt að engin sjómaður hafi fengið veiðirétt, aðeins útgerðarmenn. Það svíður í hjartað, bölvað óréttlæti að framlag þeirra hafi verið einskis virt kynslóð fram að kynslóð. Sjómenn sem byggðu upp sjávarbyggðir allt land. Skálum fyrir þeim sem börðust svo við getum tært út landhelgina. Tryggt að afraksturinn af fiskimiðunum færi til að byggja hér upp gott og heilbrigt samfélag. Það ekki við þetta fólk að sakast þótt allt hafi farið á annan veg.
og aðeins örfáir hafi eignast fiskimiðin og noti þau til þess að auðgast og auka enn völd sín og séu að breyta Íslandi í verstöð sem þau eiga ein. Verstöð þar sem við erum bara verbúðafólk og við verðum að standa og sitja eins og þau segja. Skálum líka fyrir stjórnmálafólkinu sem studdi sjómenn. Skálum fyrir þeim tíma að sjómenn voru á framboðslistum flokka. Skálum fyrir hugmyndinni stjórnmálafólk sem vinnur fyrir almenning en ekki aðeins fyrir hinn valdamiklu og ríku. Skálum fyrir sjávarútvegsstefnu sem þjónar samfélaginu en ekki aðeins örfáum auðmönnum. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn stjórnvöld sem endurheimta fiskimiðin og gefa þjóðinni þau aftur svo arðurinn af þeim geti orðið grunnur að góðu samfélagi. Látum okkur dreyma. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn hátíðarhöld sem ekki eru kostuð af brim eða samherja. Þar sem þetta hátíðisdagurinn okkar og baráttudagurinn okkar en ekki þeirra sem hafa sölsað undir sig allt erfiði okkar. Sjómannadagur sem stór útgerðin heldur hátíðlegan dagur sem fagnar ástandinu eins og það er. Fagnar því að fiskimiðin hafi verið einkavædd og þau séu eign manna sem nota auðsinn til að auka völd sín og auka þannig enn auðsinn. Þeir fagna því að hafa byggt fólk undir sig. Fagna því að hafa þaggað niður í sjómönnum. Sjómannadagur stór útgerðarinnar sigurhátíð hinna fáu yfir fjöldanum. Sá dagur ekki okkar dagur. Þess vegna sit ég hér og bölva. Það þurfti ekki að fara svona. Kerfið sem við búum við mannanna verk. Þess vegna getum við haft það allt öðruvísi. Haft það eins og við viljum og eins og þjóðin vill. Því þjóðin vill svo sannarlega ekki að örfáar fjölskyldur eigi fiskimiðin og reki sjávarútveginn eins og alræðis ríki hinna fáu og freku. Nei, þjóðin á sama draum og við sjómenn. Þegar við siglum út á sjó, séum við að sigla inn frjálsan heim þar sem allir eru jafnir og hafa sömu tækifæri, en ekki inn í myrka veröld þar sem einn á allt og hinir ekkert. Gleðilegan sjómannadag, kæru vinir. Ekki sjómannadag stór útgerðarinnar, heldur daginn okkar. Daginn okkar. Ef við stöndum saman, munum við geta glaðst innilega á komandi sjómannadögum. Og á öllum dögum. Skál fyrir því og gleðilegan sjómannadag. Já, við ætlum að ræða hér forsetakosningarnar, forsetakjörið og kannski líka bara þetta embætti. Hingað er komin góður hópur af fólki, Guðrún Jónsdóttir sem lengst að var talskona Stígamóta, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Þröstur Ólafsson, hagfræðingur og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor. Verið velkomin. Takk fyrir það. Sko, við getum talað frambjóðunundar og kosningabaráttuna, en mér langar að fyrst að spyrja ykkur, sko,
Hvað á forsetinn að vera? Hvað svona embætti þetta? Því að eins og í öllum kosningabaráttum sem ég hef fylgst með, að þá byrja það að flæða rosalega mikið til. Hvað svona forseta við viljum og hvað forsetin á að gera? Hvað forsetinn? Já, ég held ég taki útgangspunkt í því að almennt hef ég verið nokkuð ánægð með það forseta sem við höfum haft. Ég var mjög ánægð með Kristján Eldjárn og það var í fyrsta skipti sem ég tók þátt í kosningabaráttu og Vigdísi, ég var mjög stolt af henni og hún gerði mjög mikið fyrir þjóðina og svo kom Ólafur Ragnar, hann kom úr allt annari átt og ég kaus ekki Guðna en ég vingaðist við hann og þykir mjög vænt hans embættisfærslur. Mér finnst þetta eigi að vera manneskja sem að við getum sameinast sem við treystum, greind manneskja sem sæmilega vel að sér og ég held þetta sé ekkert mjög flókið embætti sem að stígur fram þegar á þarf að halda þegar eitthvað bjátar á og stappar stáli í fólkið og verður okkur ekki til skammar á erlendri grundu. Ekkert mjög eiginlega alls ekki flokkspólitísk manneskja, það skiptir mig miklu máli að hafa ekki þannig mannesku á Bessastöðum. Ólafur Ragnar var það? Já, þess vegna að segja hann var svona undantekningin frá þessu fólki sem að hann gerði samt margt gott. Já, einhvern veginn svona myndi ég vilja hafa manneskja á. Ekki aðhald við þingið og ríkisstjórn eins og sumir frambjóðendur hafa Nei, verið að leggja á mér finnst það ekki vera aðhald. Ég held að það komi svo lítið til kasta forsetans hvað það varðar. Ég held að megin atriði sé að hafa greind á gófa og mannesku sem vel að sér. Svona, einfalt. Ég held að þetta sé ekkert mjög flókið. Þórður, hvað á forsetinn að vera? Ég held að, þú segir nú alveg rétt, þú segir að, að þetta sé afvegalíkt aldrei í umræðinu, það látið svo að forsetinn sé valdaembætti, það ekki valdaembætti, það áhrifaembætti, það best lætur. Og nú ætli ég bara svo flestir aðrir, myndi ekki vilja sjá svona vandaða mannesku sem að hefur góð gildi, getur talað við þjóðina, bæði svona blásið henni kjarkibrjóst og glaðst með henni og glöðst og sagt henni til syndan ef þessi þörf og vera svo verðugur svona sendiherra. Einhver af okkar svona skástu konum eða mönnum? Já, mér finnst nú skipta máli að það sé manneskja sem vel greind og hugsandi og svona ég verði hvorki sjálfur segja þjóðu til skammar. Við hvað fyrir því? Nei, mér finnst ekkert gaman að hafa forseta sem að vera ekki að segja fíbli en það er aldrei langsótt að ætla það að svona sem manneskja næði kjöri og svo líka náttúrulega það kannski bara spurning hvenær gerum að segja fíbli og hvenær ekki. Það ekki mörg dæmi það. Ég man eftir einhvern tímann birtist mynd þar sem að Sigmundur Davíð var í sikkurum skónum. Það hafði eitthvað að gera sig að fíbli, veist það ekki? Það var svolítið látið með það. Já, það alltaf að hlæja, það má hlæja að forsetanum og það má hlæja með forsetanum. En það hefði nú verið það versta. Já, Svo var það náttúrulega í Panamaskjölunum sem að... Já, það er ekki aðhlátusefni. Það er ekki aðhlátusefni. Já, og þegar hann gekk út úr viðtalinu. Já, það var ekki aðhlátusefni. En hann var ekki forseti heldur. Nei, skipti miklu máli. Já. Fulltrúi í okkar. Já. En hann hefur náttúrulega líka, svona vist eftirlitshlutverk eða svona, hann á að vera einhvers konar svona varnagli, ef við höfum orðað svo, þannig að hann verður að fylgjast svona vel með störfum þingsins og þeim málum sem eru það til umfjöllunar. Nú hann hefur náttúrulega þennan... Það var bein í nefinu þá til þess að gera það. Já. Það er einn forseti sem hefur gert þetta og líklega sá sem hefur haft stæðsta nefið í beinið í nefinu. Ég er ekki að segja endilega að eigi að grípa til þeirra ráða, en náttúrulega málskotsrétturinn þarna og það er í rauninni eina raunverulega valdatækjans. Það en hann á að taka það vald frá þjóðin en ekki láta þar einstaknis. Ég held að sé ekki hægt að skilgreina þetta embætti, annarkvæmt valdaembætti eða áhrifaembætti, það er hvort tveggja. Við höfum haft 2 forsetar sem beittu mjög miklum völdum, mynduðu ríkisstjórnir og voru valdsmenn á sömu forsendum og aðrir eru það ekki. Þannig að það er mótast þetta embætti af þeim manni sem kosinn og þeim mannesku. Og það
kröfur sem gerðar eru til hans eru mjög litlar í stjórnarskráni, nánast engar, embættið bara ekkert skýrt, þannig að hver og einn hefur getað svolítið leikið sem við embættið eins og honum sýndist sem forseti að hæfði sér best. Og þannig verður forseta embættið áfram að sá maður sem að við kjósum, hann, og þá var ég að tala um bæði mann og konur, sem við kjósum, hann mótar þetta eftir sínum vilja og innan þeirra marka sem hann skilgreinir sjálfur. Það svolítið leit af því hvar þessi mörk liggja. Það til dæmis Vigdís velti fyrir sér að vísa EES-samningnum í þjóðaratkvæði, en mata að hún væri eiginlega ekki í stöðu til þess. Ég held hún hafi metið að freka þannig, heldur en það væri ekki nógu mikilvægt mál til að fara. Nei, hún var í stöðu til þess og ég hef rætt þetta við hana sjálfur og er nú ekki vonandi að brjóta hann trúnað. Hún sagði mér það löngu seinna að hún hefði því að hún gengur þarna raunverulega á móti vilja allar sinna tryggustu stuðningsmanna. Hún sagðist hafa óttast það ef hún hefði neitað að falla skrifa EES-samningin, þá hefði hún verið að neita Evrópu, að segja, hún vildi ekki tengjast Evrópu og þá hefði þjóðin farið til amerískra áhrifa meira og það vildi hún ekki, hún vildi frekar kyngja því þó hún væri ekki sammála heldur hún eiga að hafa hættu að íta þjóðinni til Ameríku. Og hún hafi metið það ef hún hafi neitað að skrifa undir að það myndi þjóðin myndi þau öfl sem ekki vildi Evrópu, tengjast Evrópu, grípa tækifærið og binda okkur, setja landfestar í Ameríku. Vala, hvernig hver er forsetinn? Finnst mér að forsetinn eigi að standa fyrir eitthvað. Ég náttúrulega bjó ekki á Íslandi í 30 ár, þannig að ég man svona rétt eftir Kristjáni og hann Eldjárn og hann náttúrulega talaði mikið um okkar menningu. Ég kom til Íslands í heimsókn og kaus Vigdísi og fannst það mjög merkilegt að kona yrði forseti og svo fyrsta kosin í slíkt embætti í heiminum. Ólafur Ragnari kynnti sig ekkert fyrir svona rétt í lokin og þá var hann búinn að fara í gegnum alls konar tímabil og skandala í sambandi við bóluárin og útrásavíkinga. En hann hins vegar stóð fyrir því að vekja máls á loftslagsbreytingum og þeim gífurlega breytingum sem eru að eiga sér stað á heimskautunum og gerði það vel og eins og þessi árlega ráðstefna hefur sýnt. Ég var alls ekki sátt við að Guðni T. inni kosningarnar af því mér fannst hann ekki standa fyrir neitt og ég var sjálffylgjandi Andra Snæs vegna þess að hann stóð fyrir náttúruvernd og mér fannst mjög mikilvægt að það væri þarna frambjóðandi sem stæði fyrir náttúrun okkar og þannig að núna finnst mér að aftur að forsetinn eigi að standa fyrir eitthvað og þá finnst mér mjög mikilvægt að það sé verið að standa vörð auðlindirnar okkar því þær eru undirstaðan af hagkerfi okkar og auðlindir eru undirstaða af hagkerfinu í heiminum og það er eitthvað sem ég er búin að vera að stúdera undanfarin ár. Þannig að þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að það sé búið að setja þau á addinn. Það þetta er náttúrulega persónukjör og verið að velja mannesku og eins og þið eru að leggja áherslu á að það skiptir máli að þarna sé manneskja með eðlilega dómgreind og góðu fulltrú okkar. En margir frambjóðendur eru að leggja fram einhver svona mál. Það á við Höllu Hrund sem er með auðlindirnar sem nefndir, en það á við fleiri.
það á við Baldur sem leggur áherslu á börn og mannúðarmál og svo smáríki, stöðu okkar í háskalegum heimi. Það á við Höllu Tómasar sem býðist fram sem umbreytinga forseta. Það var kannski síður við Katrínu Jakobsdóttur og Jón Gnarr, það sem svona óljósara. Það var sannarlega við Arnar Þór sem ætlar að verja fullveldið. Hvernig finnst þið það að passa inn í forsetakosningar þegar fólk kemur með svona erindi? Svolítið svona bara sölutryggs, en sjálf fjall ég fyrir þessum auðlindirnar og náttúruna eins og Kristín Vala. Já. Bara ég hafði fallið fyrir henni áður en hún bauð sig fram, þannig að það gladdi mig mjög að hún kæmi þarna með þessi málefni, hún Halla Hrund. En mér finnst þau samt tala pínu eins og þau gætu gert meira en ég held að þau muni geta gert. Held það. Stjórnmálamenn gera það nú yfirleitt alltaf. Já, ég veit það. En ég allavega ánægð með þetta með auðlindirnar. Ég deili því alveg með þér og það gladdi mig að fá möguleika á að kjósa það. En það má virka bæði með að forseti sé að lofa því að verja eitthvað og nota þá þetta vald sem hann hefur. En það má líka eiga við áhrifavaldið. Því að allir sammála að forseti hefur áhrifavald og þá er kannski eðlilegt að koma með eitthvað svona erindi. Já. Mér finnst það skipta máli, úr því að tala þetta, hvað þau að lofa og hvað þau að segja og hvernig þau að tala sjálfa sig. Fyrir mér skipti máli hvernig finnst þau vera heilindi hvers og eins. Hann að segja frá sér það sem hann ætlar að gera, þannig að maður trúi því að þetta sé heill maður á bakvið. Ekki það að tala eitthvað og sleppa því sem raunverulega aðalatrið. Það það að þú komir heill til dyra og segir bæði hvar þú hefur verið, hvað þú hefur gert, líka ef þú hefur lent í einhverjum pytti, þú segir það og mér finnst sumir þeirra hafa staðið sig þokkalega í því að maður getur sagt þetta er heilmanneskja, en aðrir hafa ekki gert það. Þeir hafa ekki verið að segja frá því hvað hefur mistekist, kannski skelfilega hjá þeim og að því leyti eru þessir frambjóðendur í mínum vegum svo ólíkir hvað þetta varðar og það að hafa forseta á Bessastöðum sem maður finnst ekki tala af heilindum og ekki vera að segja okkur sem eigum að kjósa hvernig manneskjan heldur að reyna að búa til einhverja fallega mynd. Viltu taka dæmi? Nei, ég vil ekki taka dæmi. Við ráða í þetta. Ég ætla ekki að tala persónur hérna. Ég að labba alveg í gegnum þau og reyna að átta mig á því hvað það meina áður aftur. Ég bara segi þetta. Ég set svona kritérium fyrir mig. En treystur þau til þess að vita hver er að tala heilindum og hver ekki? Eða bara því þú setur það í samhengi sem að... Ég set það bara í samhengi við það. Ef einhver manneskja þarna er að segja frá sjálfur sér og hún gleymir eða vill ekki segja frá einhverjum hluti sem að menn ekki ræða um það, en hún er ekki að segja frá sjálfur sér. Hún segir frá fallegri hliðina sér og hvað hann gerði vel en ekki hitt og þarna er munur á milli frambjóðenda. Já, ég er alveg sammála því. En ég vil alveg taka undir það að mér finnst ég tala um góð gildi, það er náttúrulega hljóti við öll að leiða hugan að auðlindunum og ekki bara sem undirstuð okkar hagkerfis, heldur bara vegna að þær eru náttúrulega bara í öllum heiminum og hvernig farið með auðlindirnar og samtíð við loftslagsmálin og annað, þá skiptir það auðvitað gríðarlega máli og ég var nú að taka undir það að mér finnst nú einn frambjóðandi hafa vakti athygli manns áður en kom til þessara kosningabaráttu hvernig hún ræddi orkumál, það var alveg nýr tón. Maður hafði ekki heyrt, ég eiginlega hélt fyrst að mér væri að misheyrast því að hún talaði svo sannarlega ekki svona
til þess að tóknast valdhöfum í því sambandi. En það var orðin óvanur embættismönnum með Ég veit það. Ég var með henni í viðtalegarna og ég sagði að þú myndi mig svolítið bara Ólaf Ólafsson landlæknið eitthvað. Ég þurfti að fara svo langt aftur. Já. En það er annað sem mér finnst líka að mann verði að hafa bak við eyrað, því þetta er líka valdaembætti, forsetaembætti, getur gert það valdaembætti. Þarna hafa verið myndaði ríkisstjórnin, eins og til dæmis Viðreisnarstjórnin. Hún var verk Ásgeirs Ásgeirssonar. Þannig að þetta er ekkert bara áhrifavald. Sko, ég vil sjá hvaða líkur er á því að viðkomandi aðili hann geti framkvæmt sitt vald eða sín áhrif óháður öllum þeim miklu hagsmunahópum sem að helríða þetta samfélag okkar íslenska. Við erum svo kurteisir að kalla lobbyisma, við köllum það hagaðila. Og má ekki gera neitt lengur á þess að kalla þá. Nei. Og ég vil ekki hafa á Bessastöðum einhvern sem ég óttast að hafi skuldbundið sig eða verði skuldbundinn til að gera eitthvað sem að er slæmt. Við höfum kannski lesið Truman þegar hann fór í framboð 1948 og hann var tæpur og einn vinur hans sem var mikill áhrifamaður í verkalýðshreyfingunni þar, hann kemur til þess að segja ég skal sjá til þess að allir gyðingar í Bandaríkjunum eða svo til allir kjósi þig og þar með ertu hólpinn ef þú lofar mér einu og lofar þeim einu. Og hvað það, sagði Truman? Að viðurkenna Ísraelsríki. Það hefur heldur betur dregið dilku eftir sér. Þessi kosningalofur sem gefin voru. Og ég vil velja þann manns eða þá mannesku sem að ég treysti til þess Á sig sjálf. En það er líka þarf að geta tekið ákvarðanir svolítið ein. Ég hétt ekki bókin hennar Vigdísar ein á forsetavakt. Það sem hún er eiginlega að draga það upp að þegar þú lendir í því að þurfa að taka ákvarðanir, að þá ertu svolítið ein í ákvarðaninni. Hún var það líka þegar hún tók ákvarðanum það að skrifa undir EES-samninginn. Þá var hún ein. Já, ég man eftir að ræða þetta einhvern tímann við hana og hún sagði að hún hefði ráðsagt fært sig við marga í háskólasamfélaginu, úti í stjórnmálunum og víðar fólki sem hún treysti til að hafa góða yfirsýn yfir málin, en svo varði ég að taka mína eigin ákvörðun og þá var ég voðalega ein. Já, og þá lendum við kannski í svona kunstinni við mannaráðningunni fyrir þjóðina að á ögurstundu að þá getur forsetinn haft mikil völd en hversdagslega hefur hann lengi völd sko. En þegar að mikil liggur við að þá er þetta kannski mikilvægast að manneskjan á landinu sem að tekur mikilvægast ákvarðanir. En hvað er alltaf að vita það fyrirfram? Þegar þú ert að ráða eitthvað í vinnu. Já, það er ekki til próf. Mjög mikilvægt sem hefur komið nú þegar fram að þessi manneskja sem situr á Bessastöðum sé ekki beintengd inn í stjórnmálin og sé ekki bundin af einhverjum loforðum eða kunningsskap við fólk innan stjórnmálakerfisins. Og líka vera ekki bundin einhverjum aðilum sem að hafa til dæmis styrt framboðið eða eitthvað slíkt. Eða hún eða hann hefur unnið með. Þetta heitir hagsmunaaðilar. Já, hagsmunaaðilar, einmitt. Já, þetta sem þú ert að segja að þetta áeiginlega hvorutveggja helst við Katrínu Jakobsdóttur. Og hún segir á móti að það sem að þú ert að telja sé galli, sé þvert á móti kostur. Það sem að hún hafi þekkingu og yfirsýn, skilji stjórnmálinn, geti lesið þessu lóan á sér og ólíklegri til að gera mistök. Já, en ég hef borið virðingu fyrir mörgu sem að Katrín hefur gert og meðal annars að vera að vinna að því að Ísland sé komið með svona velsældarhugsun og sé ekki bara hugsun hagvöxt. En að fara beint úr forsætisráðherra yfir í að bjóða sig fram á einum degi,
þá mist hún allan trúverðuleika fyrir mér. Mér er ekki róðastans þegar ég sá nýju skýrsluna loftslagsmálin og stöðu Íslands í því. Það er ekki búin að standa við neitt. Nei. Á þessum síðustu 5 árum þá höfum við ekki einu sinni staðið í stað, heldur hafum við versnað. Já. Og þetta er náttúrulega núverandi ríkisstjórn eða hennar sem að bera ábyrgð á þessu. Og það fannst mér mjög slæmt að horfast í augu við það. Að við vorum þarna með ríkisstjórn sem hafði engan áhuga á þessum málum. Engan. Ekki sinni einu mál. Og enginn þarna sem að virtist hafa það og búið að skákonum út í horn, þessum eina manni sem að hafði hugsanlega beinin í efinu til þess að gera eitthvað, hann var komin út í horn. Já, og ekki bara það, vegna þess á hennar vakt að þá var umhverfisráðuneytið lagt niður í rauninni með því að setja það inn í með orkumálunum. Þannig við fórum tilbaka áratugi. Og afhenda það sjálfstæðisflokknum. Já, akkurat. Sko, og nú vilja koma meira undir umhverfisráðuneytið. Er það ekki? Nei, meðal er ekki verið að leggja niður Orkustofnun og þau verkefni að fara inn í umhverfisráðuneytið. Nei, umhverfisstofnun, já, ok. Það mætti líka orða þannig að setja umhverfisstofnun inn í Orkustofnun. Það fyrir eftir hvernig það horfir á það. Hvernig sögum En framboð Katrínar er náttúrulega sögulegt og þetta hefur markað svolítið kosningabaráttuna. Þetta er eiginlega það sem hefur helst markað hana. Það er eiginlega, við erum svona eitthvað ítt út í það að gera eitthvað pólitískt uppgjör við hennar feril. Þessi hugmynd sem hefur verið talað á móti þessu framboði að Íslendingar vilji hafa forsetaembætti svona í einhverjum fjarska. Ásgeir var með slagorðið það ekki fólki velur forsetann sem að beindist að þessu. Nei, það var Kristján. Nei, það var Ásgeir. Var það? Já. Ok. Ég set leiðréttingu síðan og það er annað dæmi náttúrulega Kristján það sem er þrautreyndur stjórnmálamaður sem þó hafði farið út úr stjórnmálunum í verið sendiherra í 3 ár eða eitthvað til þess einmitt að fjarlægja sig þeim. Hver? Gunnar þegar hann fer og verið sendiherra í 3 ár til þess að fjarlægja sig stjórnmálunum til að geta búið sér svolítið forseta. Þannig ég er að velta fyrir mér, hefur þetta alltaf verið hugmynd á Íslandi að forsetinn eigi ekki að tilheyra henni flokkspólitíkinni sem er inn á þingi og í ríkisstjórnum í dægurdrasi. Öfugt það sem er í öðru löndum eins og í Finnlandi eða Írlandi og mörgur löndum þar sem að menn bjóða sig einfaldlega fram í nafni flokkana. Sko, þjóðin bar gæfu til að vilja ekki Gunnar Thoroddsen og ekki Albert Guðmundsson og ekki Davíð Oddsson og ég er að vona að ég geti tristinni til að vilja heldur ekki núna pólitíkur sem kemur beint úr. Sem er Katrín Jakobsdóttir. Já. Og það skiptir mig máli að það verði ekki. Finnst þér ekki skrítið þú að þylja upp þess að kalla í samhengi við Katrín Jakobsdóttir komandi svona innan úr kvennarhreyfingunni og öðru slíku. Þú ert að nefna Gunnar Thoroddsen, Albert Guðmundsson, Davíð Oddsson og Katrín Jakobsdóttir. Ég meina fólk hefði fengið hroll fyrir 5 árum hefði söluð upp þessa röð. Já, en það lenti mikilli togstreitu, innri togstreitu áður en ég orðaði þetta og það var til þess að ég er búin að skrifa tvisasinnum stuttar greinarinn og vísi til að gera grein fyrir því. Þannig að ég er alin upp í það í kvennalistanum þar sem við Þórhildur eyddum mörgum árum saman og ég aðhyllist það almennt að standa fyrir því sem við viljum í staðin fyrir að eyða orku í hvað við ekki viljum og níða skóin af einhverjum öðrum. Ég líka alin upp við það og hef tilengað með það að gagnrýna ekki konur, þegja frekar og veita þeim framgang. Þannig að ég lenti í miklum vandræðum. En svo fann ég svo einkennilega stöðu þegar að þessi kosningabarátta hófst og mér langaði að taka þátt og mér langaði að gera eitthvað og ég sagði mér, nú fæ ég tækifæri til þess að vinna með vinkonum mínum og ákvaða að hóa í nokkrar og við myndum mæta þarna niður í kosningamiðstöð og setja eitthvað í gang, eitthvað skemmtilegt eins og við erum vanar. En þá kom ég allstaðar að lokuðum dyrum. Já, mér finnst mjög fínt hún sé að bjóða sig fram, en nei, ég ætla ekki að stiga fram.
Og það var enginn til í að stíga fram af þessum konum sem að ég hef svo oft unni með. Fyrir ekki stíga fram fyrir hvað? Fyrir hvað, eitthvað sérst kandidát? Já, fyrir Höllu Hrund. Já, ég hugsaði það bara. Mér langaði að vinna þarna því þarna kom inn umhverfissjónarmið og manneski sem ekki flokkspólitík, en ég fekk engra til að stíga fram og þetta fannst mér undarlegt. Og þær manneski sem hafa gert það, ég upplifi að þeim hafi verið refsað félagslega og að það sé einhvers staðar óskrifu lög og það gagnist best þeim sem styðja fyrrverandi forsætisráðherra að það megi undir engum kringumstæðum tala neitt annað en sinn eigin frambjóðanda. En mér bara lá það mjög á hjarta að koma því að ég vil ekki pólitíkus þarna og sérstaklega ekki pólitíkus sem að mér finnst hafa brugðist öllu því sem hún gaf sig út fyrir að ætla að gera. Þannig að mér þætti það afleitt og ég hafði þörf fyrir að segja það. Mér þurfti að takast á við sjálfa mig og svo ákvað ég að þetta eitthvað sem þarf að segjast. Þannig að þegar ég hef mætt á fundi hjá henni þá hef ég ekki fundið vinkonu mína sem ég vön að spretti fram með örfáum undantekningum. En er þú ekki afvegaleidd? Er þú ekki á röngri braut? Af hverju svona vissum að hinar séu á... Jú, það nei vegna þess að þær hafa, ég þykist vita að margar hverjar séu sammála mér, en þær vilja ekki opinbera sig, af því það hættulegt, af því að þá eru við með hatursóróður og vondar við konur og svo framvegis. Og það fannst mér svo vond að sitja undir því. Það svolítið skrítið við þessa kosningabaráttu sem núna að fjölmiðlarnir það eins og þeir vilji ekki að menn tali þessa pólitísku reynslu, þá maður komin í eitthvað neikvætt. Ef maður ekki í jákvæður og halleluja bara að segja það jákvæð, ef maður segir eitthvað neikvætt, þá maður komin í einhverja hattursorm og maður má ekki, það er búið að setja svo mikil bönd á þessa kosningabaráttu að það má ekki fara í orðaræðu bara fundið á sjálfum mig hvernig ég hef verið að senda svolítið á póstinu hjá mér að viðbröðin sem að fær bæði í síma og ekki þú átt ekki verið að tala illa einn eða neitt sem ég nú ekki að gera, ég segi ekki nafn neitt með aldrei neitt nafn en gagnrýnin umræða forsetaembættið er ekki leyfð vegna þess að það er ekki að gagnrýna, það er eins og sé ekki að gagnrýna, ég skil þetta ekki almennilega. Ég vil bara taka það fram svo það var aldrei ekki, ég hef aldrei verið pólitísk stuðningskona Katrínar Jakobsdóttur en burt sér frá því hvern er að ræða þá er ég bara algjörlega á móti því að valdið eignir sér valdið og finnist bara sjálfsagt að það er svona skaut í milli embætta og tilheyri einhverju stétt eða einhverjum hópi sem að eigi þetta, það er að segja einhver eignarréttur á embættum og völdum landsins. Rétt borið til valda. Já, rétt borið til valda og það er fyrst og fremst það sem ég kann bara alls ekki við og burt sér frá persónu sem hér ræðir að þá hefði ég tekið afstöðu alveg sama hver það hefði verið sem hefði ætlað að stíga úr forsætisráðherraembætti inn í forsetaembættið. Ég hefði risið öndverð upp. En Guðrún og Þröstur eru svolítið að segja það að ef þú segir þetta opinberlega þá varst þú sökuð að vera hatursmanneskja Katrínar Jakobsdóttur. Ég er komin út úr öllu sem varðar einhverja hagsmuni. Ég er ekki að sækja embætti eða sækja ég segi nú bara svo ágæt vinkona mín bjarta framtíð er að baki. Þannig að ég hef engan tapa hvort að það getur engin refsað mér, hvernig? Fólk hefur svolítið verið að nefna þetta og talað að kosningabarátta sé kannski hatramari núna. Það er nú í þessari viku hefur verið alveg ævintýraleg umræða elítur sem að maður er að horta á íslensku elítin að rífa inniblind hvorur annari með miklum látum. Og svo hefur fólk orðað á þessu, þetta er svo ótrúlega hatur kosningabarátta. Þá koma oft einhverju að segja, hvað er þetta?
68 var þetta miklu verra og 1980 var þetta miklu verra og hvað, kunnið þið að meta þetta? Ég hef ekki svona langt minni, þannig að ég muni hvort að eitthvað var hatrand eða ekki í þeim kostum. Þessi er hatrum. Mér finnst hún ekkert vera Hvað Já, ég segi það líka. Þið eru að tala um að fólk sé það virðist eitthvað vera. Ég var ekki að segja það. Þú spurðið mig hvort en það getur vel verið og ég held að sé dálítið refsigleði hér og nú ekki bara í postakosti, ég held að sé búið að byggja upp þá stemningu í samfélaginu að það sé ekkit æskilegt að tala gegn valdhöfum. Það sé bara hreinlega ekki æskilegt. Það er alveg búið að og það heitir bara að vera bitur eða neikvæður, búið að finna því alls konar nöfn. Ég held að það sé eiginlega búið að banna okkur að tala illa verkstjóranum þess að. Ég held að það sé komið þannig. Já, þú átt að bara hlýða yfirmönnum og yfirvaldi. Það er bara það er allt búið með talandi lýðræði að þá á það bara birtast í kosningum. Þú átt ekki að vera Þú átt ekki að vera að spyrja. Þú átt ekki að vera að spyrja eða rífa kjaft þess utan. Það er bara ekkit svo, og þetta gildir ekki bara pólitík, þetta gildir svo margt í samfélaginu að við erum ekki með djúpa eða gagnrýna umræðu eiginlega nokkuð skapaðar hlut. Við getum rifist en það skortir mikið á að við förum á einhverja dýpt í umræðu og ég held að stór hluta því sé einhver ótti við að vera afgreiddur sem bara leiðinlegur og neikvæður. Þetta er náttúrulega eftir höfðinu dansa líminni. Já. Þú heyrir nú ekkit voðalega mikla gneistandi vitsmunni á Alþingi ef þú hlustar á Alþingisumræðunar. Það gneistar nú ekki að mönnum. En hvar gneistar vitið? Vitið eða skilningurinn á samfélaginu. Þetta er satt að segja ömurlegt að hlusta og þurfa stundum eða í það tíma að hlusta á þetta. Ok, þetta. Hvernig er það aðrir að vera sem er lúta þessu valdi? Þeir verða bara alveg eins. Við horfum öll á 6 efstu núna á kappræðum og Stöð 2. Þannig að svona umbúnaðin sem við höfum. Við tölum bara það, var þetta góð vettvangur svona sem að við gætum metið frambjóðendur og var þetta mér finnst það vera allt og miklu púðri eitt í þennan málskotsrétt sem að hefur verið notaður tvisvar síðan við eignuðumst forseta árið 1944. Þannig að 1000 klukkutíma og 100 mánaða hafa verið notað af embættinu í eitthvað allt annað. Þannig að mér finnst það, ég gef eiginlega þessum blaðamönnum sem standa fyrir þessu fallengun og það hefur einhver annar sagt þetta líka sem ég las núna daginn vegna, ég held að það hefur verið Sigrún Helgadóttir, vegna þess að þeir eru í rauninni ekkert að tala hvað þessar mismunandi manneskjur myndi gera sem forsetar nema mjög liklu leyti. Þetta fer allt út í að skoða þennan málskotsrétt. Og síðan finnst mér líka að það er eins og elítan sem að ég er nú búin að hlusta á sem að þess þáttum sem hafa komið hérna hafi bara talið að sjálfgefið að Katrín yrði forseti og öll kosningamaskína Sjálfstæðisflokksins er á bakvið hana. Og svo eru þeir bara fúlir núna því að þetta gengur ekki nógu vel. Og þá er farið að reyna að hnekkja á andstæðingunum og reyna að grafa upp einhvern skít. En þeir finna í rauninni voða lítið á flesta. Svolítið mikið Höllu Rund, finnst mér. Já, það er bara, því að hún skaust upp svona fljótt. Myndbandi, einhver auglýsingu og alls konar. Já, bara einhver svona smotteri sem í rauninni skiptar einhver máli og þessi vilja yfirlýsing í Argentínu sem var ekkert bindandi og þetta er allt einhver svona titlingaskítur af því að þeir finna ekkert bitastætt. Og svo er hjakkað í þessu aftur og aftur og aftur á mismunandi miðlum. Og þannig að ég ætla að gera fréttamenn og blaðamenn ábyrga fyrir margt af því sem að hefur verið í umræðinni í þessum forsetakosningum. Og svo erum við að hlusta á fólkið á heimildinni, á Stöð 2, á RÚV og einhverjum podcastum út allt. Og umræðin yfirleitt bara svo sama. Já.
Þannig að maður er orðið svolítið svona lúin á þessu öllu saman. Fréttamenninni sé að bera fram sömu spurningarnar. Já, aftur og aftur. Og mér fannst það svolítið í kvöld, sko. Ég var alveg leiður á því að horfa því ég var búin að heyra þetta sama fólk svara þessu sömu spurningum oft á það, sko. Þá getur maður sagt, sko, að hverju eiga að spyrja? Svona, þetta er heldur ekkert auðvelt. Það er ekki bara fyrir mikið að gera þetta, sko. Jú, það ég er held tvö ríkisútvarpið og þetta og svo er heimildin og svo er þetta. Ég bara vorkenni þessu fólki. Því að það hefur ekkert að segja þetta. Bara nákvæmlega ekki neitt. Því að það veit ekki í hvaða stöðu það verður þegar að því kemur að ef þið þurfa að taka einhverjar ákvarðanir skipta máli. Mér fannst líka, sko, það er alltaf að spyrja myndur gera þetta, myndur bregðast svona við myndur. Allt, sko, þetta er ekki já eða nei spurningar vegna þess að allt myndi þá vera hátt í hverja kringumstæður væru hverju sinni. Þú getur ekki svara fyrirfram hvort þú myndir bregðast svona við. Nei, ég er alveg sammála því. Fer eftir bara ástæðum. Já, það hlýtur að vera. Þannig er það bara í lífinu. Það er ekki til sem heitir einhver einn sítósu og svo þú bregst bara við af því hún er svona. Og svo finnst mér líka, talað um þessar umræður, sko, einhverja svona spurningar eins og hvað myndir þú segja að vera þinn helsti styrkleiki? Hvað myndir þú að vera þinn helsti veikleiki? Þetta er náttúrulega svo fávitanlegt að það er ekki, sko, fyrir þannig að nokkurn mann að svara þessu. Í fyrsta lagi er lífið ekki svo einfalt að nokkur manneskja skiptist í styrkleika og veikleika og öðru lagi þá er styrkleiki ykkur hugsanlegur getur orðið veikleiki við ykkur aðstæður og veikleiki getur sannlega orðið styrkur við ykkur aðstæður. Það er bara bjána spurningur ykkur hvað heitir þetta, mannauðstjórnun eða eitthvað sem að fólk er ekki sjálfur lenti að svara á svona og mann langar bara að segja að ég elska mig, það lífið er ekki svona. En maður þorir það náttúrulega ekki. Ekki frekar ekki að fórseta frambjóðandi til að reyna að segja eitthvað um þetta. Og það dæmi forseta þess sem að, sko, mesti styrkleiki Ólafs Ragnars var líka hans veik. Það er bara svo algengt. Það er bara mjög oft þannig og það er hjá okkur flestum. Já. En Guðrún, hvernig finnst þér þetta svona þessi vettvangur sem að þau þurfa að labba einhvern veginn í gegnum? Er eitthvað að honum kannski að við erum að spyrja vitlausu spurningana, þau lenda stundum í svona yfirheyslum sem að Ég var að veltaði fyrir mér hvort ég gæti gert þetta eitthvað betur ég er fréttamaður þetta verður hundleiðilegt mér finnst ég löngu vera komin með myndin af því fyrir hvað þetta fólk stendur en mér langar líka að segja að mér er svolítið sérstakt að sitja hérna með ykkur og allt í hennu komin í einhverja búblu þar sem fólk er tiltölulega sammála að því ekki verið í svona búblu alla þessa kosningabaráttu sko mismöndi sjónamíkunar smá ég vel bara fólk sem að mér finnst langar til að tala við ég hef lent í því ég verði rosa hissa því það voru bara 4 sem ætluðu að fara að kjósa Katrínu við borðið ég hafði ekkert pælt í því Nei, en mér langar líka að segja þessar undarlegu búblur og þessi umræða sem ég finnst vera svo einhvern veginn læst og þvinguð og það kemur svo óvart allt þetta grinda góða fólk sem ég vön að tala við sem ekki voga sér að opna sig ástandið, það kemur óvart og það kemur óvart hvaðan Katrín Jakobsdóttir fær stuðning sinn. Ég verð bara að segja það frá þingkonum úr öllum flokkum úr stjórnarandstöðinni konur sem að hafa tekist svoleiðis á við hana en eru alsælar með hún ætla að verða forseti og samfærðunum hún verði svo góðu forseti fyrir mér er þetta einhvers konar skitsofrenja ég bara get ekki ég er eiginlega búin að greina þarna margt af fólki sem að í kringum mig sem að ætlar að kjósa afsakið, en alltaf að kjósa Katrínu sem fólk sem nennir ekki að hugsa. Þetta er fólk sem ég þekki bara að því að vera vel hugsandi og greið fólk. Ég skil ekki hvernig þú getur aðskilið manneskuna frá verkum hennar og þá, eins og ég skrifaði í þessari grein í dag, ég held að fátt hafi meira forspárgildi framtíðarhegðun en fyrri hegðun. Og það er nákvæmlega það sem ég byggi mat mitt á. Og Katrín Jakobsdóttir er ekkit fórnarlamb, hún var leiðtogi ríkisstjórnarinnar sem að ég var mjög andsnúin. Hún ber ábyrgðan, hún átti alltaf val að slíta samstarfinu eða fara ekki í það eða hvar mörkin lægju fyrir því sem hún gæti þolað. En ég var eiginlega aldrei vör við þessi mörk. Auðvitað hefur hún
örugglega gert mjög margt skaða minkandi. Auðvitað hefur örugglega margt orðið miklu Þetta verra hefði ef hún orðið hefði verra ekki án gert hennar sem Hún forsætisráðherra. að leggja svolítið áherslu á Það er það til sem dæmis í hún er að kvöld, reyna að segja. Já, það sem það hún var að hefði tala gert bak við Gaza, tjöldin. Já. að hún hefði þó gert þetta og þetta og það reyndar gerir hún þetta alltaf í þinginu, það kemur ykkur fram og talar sko fátækt og þá kemur hún í þinginu og segir að við gerum þetta og við gerum þetta og þetta en hún ekki að svara sko fátæktina. Hún er bara að telja að við gerum þó þetta og þetta og þetta og þetta. En þetta heyrur því á núverandi forsætisráðherra líka. Já. Hann kemur líka fram og segir við gerum þetta og þetta, við erum búin að gera þetta og þetta. En það er ekkert mat á því hvort þetta sé 0,5% af 100% leginni Eða hafi haft einhver áhrif. Eða hafi haft áhrif. En þeir sleppa með þetta. Já, þetta er svolítið sérstætt. Því að þau svona bekenna sig inn á málið á þess að það fylgir því neitt annað heldur en bara þessi bekenning. Og það er svo menn séu bara sætti sig við það. Ég er svolítið slegin að því að þið eru flest á eftirlaunaaldri og þar á að vera aðalstuðningur Katrínar og svo er ég Ekki við þetta borð held ég. Getur verið að við séum svona opinskráð að því að við erum hætt að vinna og Ég var að segja það áðan, ég þarf ekki að óttast neinar refsingar eða bættisviftingar eða eitthvað. Ég hef alltaf sagt það sem mér finnst þannig að, og synda móti straumnum þannig að þetta er ekki nýtt fyrir mig. Nei, ég svo gerst það líka og oft fengið bátt fyrir. það hefur komið fyrir að ég hef verið boðberi váleira tíðinda líka. Og ég er alveg saman á því sem þú ert að segja að þetta er miklu meira núna heldur en hefur verið áður það sem er að tala niður og þú ert líka að segja að tala niður öll gagnrýni eða umræða og sá sem verið að gagnrýna hann er eiginlega að skemma partíið. Það er ekkit nýtt núna þessari kosningabaráttu, þetta er orðið sko lenska í landinu. Þetta hefur ekki verið við forseta enda hefur ekki komið neitt maður sem hefur vaðið beint úr forsetasamningin í kosningar. Það er eðlilegt að þetta komi upp og það þarf að ræða þetta. Ég held að sko það sé nýtt varðandi forsetaembætti. Við megum tala svona þegar flokkspólitíska kosningar ræði í borginni eða þingi. Það er líklega rétt að svona fórsetin hefur verið stikkfrí sko að svona aðstæður. Það hefur kannski sjaldan verið, hvernig var það þegar Ólafur Ragnar var kosið? Hann var búinn að taka sér Já, ég veit það, ég meina var ekkert svona haldsamt í kringum hann. Nei, ég var ekki á landinu, þannig að ég veit það ekki. Ég skoðaði 96 og það voru náttúrulega þessar auglýsingar sem komu úr svona hópi gamalla hafskipsmanna. En það virtist vera mjög þröngur hópur fyrst þegar hann tilkynni framboð sitt að það í fyrstu skoðanakönnunni þá mælist það með 63% fylgi og hann eiginlega bara sveif á því alveg að þannig þetta var bara óspennandi kosningar það var eiginlega ljóst bara frá fyrsta degi Var ekki sagt að minnkaði fylgi við hann kannski sem að byrtist? Jó, en hann endaði í 44 og sama gerðist með Guðna hann fyrst þegar hann býður sig fram tilkynni frambóð og þá mælist hann í 61% og hann eiginlega bara svífur að kjördegi og það var engi sem var umverulega ógnað honum og ég held að þetta hafi verið planið frambóð Katrínar að það myndi gerast Ég hafði alltaf ímyndað mér það að hún færi í forsetann einhvern tímann ég gerði ráð fyrir að hún myndi klára kjörtímabilið færi svo til útlanda, næði sér í gott starf, það smá tíma og kemur svo sem forseti. Þá hefði ég kannski mjög líklega verið í hennar liði. Þá hefði verið sko komið bil, en hún var að gera eitthvað gagn erlendis, það var komið bil milli þess sem hún var sem forsætisráðherra og búin að gera ýmislegt sem mörgum mislíkaði mikið og kæmi síðan inn sem forseti, það hefði hún glansað inn. Þetta sem líka í þessu einhver vanmat á hvernig fólk upplifir svik í stjórnmálum sem kjósendur upplifa svik ég held að sé eitthvað svona mat á það sé svona öðruvísi en mín reynsla er þegar ég er að tala við fólk svona pólitíska, hvernig það hefur kosið og pólitík almennt að þá er þetta raunveruleg tilfinning fyrir svikum ef ég treysti á einhvern og hann gerir eitthvað þveröfugt þá upplifir það fólk bara svik eins og þú upplifir í persónulegu lífi þetta er ekki hliðarveruleiki og ég held að það sem sé að birtast núna með þessum 43% sem bara vilja hann alls ekki sem forseta að það er byggt á skona
raunverulegur upplifun en ekki einhverju bara diktúrum, sko. Já, en það líka fólk sem að getur, margir geta sett puttan á eitthvað eins og öryrkjar og Lofslagið. Já, aðgerðaleysi í loftslagsmálum og margt annað. Já, og gasa. Og gasa náttúrulega sem að Það mörg mál var sett til hliðar. Skautun samfélagsins. Já. Orðið aldrei skautun núna síðastliðinu. En hver þetta verið fórsti? Guðrún? Hverju þú vilt? Ég veit það ekki. Þetta rosalega spennandi og misvísandi skoðanakannanir. Það lítur út eins og Halla Tómasdóttir eða Katrín Jakobsdóttir verði forseti eins og staðan í dag. Og í þriðja selti er þriðja konan, þannig að Já. Það verður allavega kona. Það benti mér einhver á það í dag að samkvæmt könnunum að þá eru það konur og samkynhneigðir karlar sem með 84% af þannig ítla komið fyrir gagnkynhneigðum körlum. Býtum við, hvernig geta konur og samkynhneigðir verið 84%? Ja, svo af frambjóðendunum sem að til saman. Af frambjóðendunum? Ég held að vera að tala ekki að ég miskildi þið. Mér fannst þetta einkennileg tölfræði. Og hvað heldur það verði ef að nú eru svo nálægt kosningum? Ertu að spyrja hver vona ég að það verði? Ég myndi gjarnan vilja að það verði Halla Hrund, en ég veit ekki hvort það verður. Ég held að sé ómögulegt að segja hvort það verður Halla Tómasdóttir eða Katrín. Halla Tómasdóttir hefur heilmikla útgeislun og henni gekk vel í kvöld. Þær eru alveg eldklárar þessar konur. Ég veit ekkert það. Ég skal svara þess að sunnudaginn. Ég bara segir svo þetta er svona eins og þess að horfir við í skoðanarkönnu þá eru þarna 3 konur og það er ómögulegt að segja hverja það verður ofan á og kannski, og ég veit ekki hvort að svona umræður hvort að það hafa áhrif eða hvort það er til þess að koma í veg fyrir eitthvað eða hvað ræður því og það náttúrulega á eftir að sjálfsagt mikið að fylgja annara hef ég trú að ég eftir að fara á einhverja þessara efstu og hvernig það raðast veit ég ekki þetta bara, ég segi bara svo Þröstur hringdi á sunnudag, ég skal alveg með skýrsvör Baldur og Jón að missa flugið, það sést í báðum konunum. Já, þannig að það er einhver þessara 3 kvenna. Það var alveg komið tíma á konu eftir hvað er ekki, 24 ár kalli? Vala. Ég held að þegar að tala upp á kostunum að þá verður það Halla Hrund. Og ég vil hvoruga hinnum konunum hérna sem forseta. Hvorki Katrín er búin að tala mikið hana en ég Höllu Tómasdóttir vegna þess að ég hreinlega treysta hann ekki. Hún talar mjög mikið málefni sem eru mjög hjartkær en ég fæ svona óþægilega tilfinningu þegar hún talar og einhver talaði um fróðu kenda orðræðu og einhver annar talaði bla 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 það er svolítið svoleiðis þess vegna vona ég að þjóðin velji Höllu Hrund. Þú ert að tala svona TED Talk svona tónn í henni eins og það svona TED, þetta er ekki TED. Já, svona æfð orðræða, já. Sem eru svona einhverju svona dagvistar skemmtunum ríksfólks út í heimi að tala loftslagsmál og fátækt. Nei, meina þeir sem eru svona sjálfbærni málið þeir tala voða mikið að setjast niður og finna lausnirnar saman svona og allt það en að hún hefur líka sagt og hérna líka við þetta borð að hún telji að kapitalismin geti breytt heiminum en við vitum það bæði hún ætla bara að setja smá plástra á hér og þar og fá stórfyrirtæki til að vinna aðeins betur og hugsa aðeins meira loftslagsmál en ég get sagt þér alveg frá djúpri þekkingu núna að það gengur ekki það er ekki hægt kapitalismin kemur ekki til þess að búa til fyrir okkur sjálfbæran heim. Ég hef oft kosið vitlaust í forsetakosningum. Hefur þú? Já, of oft. Og þess vegna treysti ég mér ekki til þess að spá neinu núna.
Hvernig verður við kísi núna eitthvað annað heldur að ákvæði bara til þess að grísa við hefði kannski vittur Ég er í þeirri glímu núna. Það fylgir atkvæðin og ólukka. Er það hannig? Já, nei, það held ég ekki. Ég hef bara haft þau sjónarmið sem þjóðin hafði ekki alltaf stundum. Ekki alltaf. Það er gott og að því að við erum svolítið talað um að kjósa taktískt. Fer ekki bara best að því að allir bendi bara þann sem að okkur þykir bestur? Jú, auðvitað það er best á því. Að því að við ætlum að taka ákvörðun með því að benda á þann sem er þó skárra en sá versti. En það hefur verið mikil umræðum meir í þessum og líka í þessum þætti á Heimildinni að þá komu þessir 3 kallmenn sem voru þar mættir og sögðu frá því að þeir hefðu allir fengið skilaboð, tölvupósta, símhringingar frá herbúðum Katrínar að draga sig tilbaka. Já. En það var Baldur, en Jón fekk hvatningu frá einhverjum af hinum að draga sig tilbaka. En það sagði hann nefnilega ekki á þriðjudaginn. Hann sagði þetta þættu núna þannig að þið fengið. Já, hann sagði það núna. Hann sagði að sér finnst það bara óviðeigandi og vildi ekki eins og svara þessu. En Arnar sagði það líka hjá Heimildinni á þriðjudaginn. Hann hefði verið beðinn að draga sig tilbaka. Þessi umræða núna að kjósa taktískt, hún markast af því að það er Katrín Jakobsdóttir. Það hefur ekki áður verið mikið talað að ég ekki upplegað þannig að kjóstu þennan til þess að þessi komist ekki að en þetta markast það því að það er náttúrulega mjög ríkt hjá mörgum að vilja ekki af ýmsum ástæðum sem við höfum nefnt hér og eflis fleirum en fyrst og fremst þetta bara að sitjandi forsætisráðherrar skutli sér yfir forsætisembættið. Það er bara það sem mörgum finnst ekki við hæfi og þó sé hæf, þá er þetta ekki við hæfi og það er það sem veldur núna að fólk að kjósa til þess að hún komist ekki að. Já, það eru margir sem ég hef heyrt í sem að segja það einmitt. Það er það sem að gera þessar kosningar örugglega sérstakar. Herðu, ég þakka bara kærlega fyrir mig. Guðrún og Þórhildur og Þröstur og Vala. Kæra þakkir. Já, takk fyrir okkur. Við ætlum að sitja hérna aftur að því að sjómannadagurinn á sunnudaginn ætlum við að sitja hérna aftur erindi frá Þresti Leóm sem er bæði leikari og sjómaður. Hann ætlar að fara með smá messu óþekka sjómannsins og svo kemur Björn Þorláksson eftir með allt annað fólk að ræða sama mál. Ég á mér draum að fljótlega munum við á sjómannadaginn fagna því að hafa endurheimt fiskimiðin. Eftir að hafa náð þeim úr höndum þeirra sem sölsuðu þau undir sig, rændu þeim frá okkur. Það er svo grátlegt að svona hafi farið. Að eftir þorskastríðin hafi aðeins örfáar auðugar fjölskyldur eignast fiskimiðin. Fiskinn sem við börðumst fyrir að ná. Landhelgina sem við unnum í stríði. Baráttan var háð svo arðurinn af fiskimiðunum yrði grunnur að sterku samfélagi, hringinn í kringum landið. Enginn barðist svo auðurinn rynni í vasa örfára fjölskyldna. Og það getur ekki staðist til lengdar. Við hljótum að rísa upp og endurheimta það sem við eigum. Ég á mér draum og foreldrar mínir og fyrri kynslóðir að við nýtum auðlindir þessa kalda nabra lands og úvins sjávar í sameiningu. Að við njótum sameiginlega arðsins af þessum auð. Að orkan í fallvötnunum og hitinn undir fótum okkar og fegurð landsins, vindurinn og sjávarföllin og fiskurinn í sjónum verði nýttur til þess að skapa hér gott samfélag, réttlátt, öflugt og fagurt. Þetta er arfleið okkar allra, gjöf sem við eigum saman. Og þetta er draumur kynslóðana, að á Íslandi sé þetta byggja upp gott og öflugt samfélag. Það sem öllum líður vel. Ég upplifi þennan draum alla daga samfélag þar sem enginn fer svangur að sofa.
Þar sem enginn andvaka af áhyggjum yfir afkomu sinni. Þar sem enginn móðir grætur sig í svefn yfir að geta ekki veitt barni sínu það sem það á svo sannarlega skilið. Þar sem enginn faðir örvæntir yfir að geta ekki bjargað börnunum sínum frá leigumarkanum. Þar sem ekkert foreldri þarf að fórna tíma sínum með börnunum svo þau geti mætt í aðra vinnu eða þriðju vinnuna til þess að geta borga reikningana. Svo fjölskyldan verði ekki borin út. Ég á mér draum að við nýtum auðlindirnar okkar. Auðinn sem við eigum sameiginlega til þess að tryggja að enginn sé heimilislaus, að enginn fjölskylda þurfa að flytja árlega milli skólahverfa með börnin sín, milli bæjarfélaga í leit að ódýrari leigu, út í iðnaðarhverfi, ofan í kolakjallara eins og flóttafólk í eigin landi í leit að skjóli. Ég á mér draum að enginn þurfa að neita sér læknisþjónustu, að enginn þurfa að neita sér menntun, að á alla sér hlustað og allir séu séðir, að okkur auðnist að búa til samfélag þar sem allir fá notið sín og allir séu virtir. Að ég sé þér sem bróðir og þú mér sem systir. Að við séum sterk saman og sterk hvert sig. Að öflugt og gott samfélag geri okkur að góðum manneskjum, góðum borgurum og góðum vinum. Við erum að fá að hér vaxi upp auðstétt sem telur sig yfir okkur hafin. Ísland er of lítið fyrir 2 þjóðir. Hér hefur aldrei verið neinn aðall, engin erfðastétt. Við skulum ekki fara að búa hana til núna. Með því að gefa fáeinum kvótagreifum fiskimiðin og láta fiskinn síðan ganga í erfðir til kvótaprinsa og prinsessa. Það var ekki til þess sem var barist fyrir sjálfstæði landsins og fyrir auðlindum hafsins að við sitjum sem hnípin þjóð í verbúð Samherja. Þar sem allur auðurinn og þar með völdin eru í höndum fárra sem hafa auðgast af auðlindunum okkar. Sem við börðumst fyrir. Til þess að byggja hér upp gott samfélag fyrir alla, ekki bara fyrir suma. Ég held að íslenski draumur kynslóðana fullveldi, sjálfstæði og efnahagslegt sjálfstæði hafi breyst í martröð. Það er svo bölvun hvíli á auðlindunum okkar. Sá sem nær að sölsæðar undir sig verður svartur á sálinni og auður hans veitir honum ekki neina fró. Því meira sem hann eignast, því meira vill hann fá. Auðurinn kveikir ekki líf, heldur myrkur, ógn og ílsku. Það er ekki fyrir en við nýtum auðlindirnar í þágu okkar allra og fyrir samfélagið allt sem þær verða gjöfular og kveikja líf, ljós, von og blessun, styrkja samfélagið á millum okkar og okkur sjálf í leiðinni. Það sem við eigum sameiginlega, eigum við að eiga öll. Við eigum að eiga það öll, ekkert umfram annan. Þetta er sameign okkar sem við höfum verið rænd. Ég á mér þann draum að við vöknum upp af þessari martröð sem kvótakerfið hefur leitt yfir okkur, að okkur takist að rísa upp og endurheimta það sem við eigum, að við látum draum kynslóðana rætast að auðlindir lands
og sjávar verði nýttar til þess að auðga samfélagið allt og lyfta upp öllum innan þess, en ekki örfáum. Og í dag dreymir mig þennan dag, sjómannadag, þar sem við fögnum því saman að hafa endurheimt fiskimiðin okkar. Þann dag munum við ekki verða sem gestir í hátíðahöldum Samherja eða Brims. Þá verður okkur ekki boðið til veislu ræningjanna að dást af ránsfengnum. Þann dag munum við ganga eftir okkar eigin bryggju, horfa á okkar skip, sjálfráða og félagslega sjálfstæð þjóð í gjöfulu landi, þar sem okkur hefur tekist að byggja upp gott og réttlátt samfélag, þar sem enginn fer svangur að sofa og enginn kvíðir morgundeginum. Þann dag ætla ég að lifa og fagna með ykkur. Sá dagur verður gleðilegur sjómannadagur. Megi hann koma sem fyrst. Já, sæl aftur. Við höldum áfram umræðinni. Á sunnudaginn vitum við hvaða hug landsmenn bera til þess, hvaða frambjóðandi mun hljóta hnossið, að maður getur sagt sem svo, en akkurat á þessu augnabliki það nánast fullkomlega óljóst. Og þetta tilfinning sem að til dæmis fólk á mínum aldri man varla eftir svona skömmu fyrir kosningar, að við vitum ekkert hvað að fara að gerast helgina og við ætlum aðeins að treyna okkur þessa spennu sem nú í loftinu með því að halda áfram þessum umræðum og ég hef fengið hér 4 góða gesti til liðs við okkur í þeirri umræðu. Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, Sara Óskarsson, myndlistarmaður, Hjálmar Gíslason, frumkvöðull með meiru og Karl Héðinn Kristjánsson, fulltrúi ungu kynslóðarinnar þetta kvöldið. Ég tek að með stórt hlutverk. Svolítið lengra á vinstri vanginum, representa þau kannski frekar. Já, þú ert formaður ungra sósíalista, forseti, reyndar. Já, forseti. Þú ert forseti, við erum semst með forseti. En sá til að kemur nú aðalega vegna þess að við erum að gera þetta kyn hlutlust, frekar en formaður að við erum svona að hljóma betur fyrir okkur. Ég skil. En mér langar að fara bara röðina og byrja á þér, Sara. Síðan Guðni kastar þessari bombu, Guðni TH, á nýársdegi, og segir okkur að hann sé að hætta, svona töluvert óvænt. Og frá því að fyrstu frambjóðendur segja sinni þjóð að þeir hafi hug á því að sækjast eftir þessu embætti, bara svona frá því augnabliki og fram til dags í dag. Hvað hefurðu þennan tíma að segja? Hvernig hefur þessi svona kosningabarátta þróast og hvaða augum lítur þetta núna? Sko já, hann kom held ég mjög mörgum á óvart að hann skildi ekki taka 1 kjörtímabil í viðbót, hann Guðni. Og það náttúrulega byrjaði fullt af fólki að máta sig við embættið eða aðrir að máta aðra við embættið. Það er bara forvitnilegt að fylgjast með þessum framgangi, en svo náttúrulega ekki nema fyrir bara nokkrum vikum síðan sem að kemst einhvern veginn mynd á það hvernig forseta kosningar þetta verða og hvaða fólk þarna. Og mér finnst vera komin rosalega skemmtileg stemning í þetta. Mér finnst þetta algjör lýðræðisveisla. Mér finnst þetta svo gaman og gaman að það sé ekki fálæti gagnvart þessu mikilvæga lýðræði í þessu landi. Elskarðu spennuna? Ég elska spennuna og ég elska átökin og ég ætla að fá að vera aðeins ósammála honum Guðna TH Jóhannessyni með það að hann sagði að þetta væri búið að vera harkaleg kosningabarátta. Mér finnst hún búin að vera eðlileg. Mér finnst að það á að vera harka, það á að takast á. Þarna eru stórir hlutir undir, þetta er þjóðin og
það er ekkert allir að vera eitthvað prúðir og góðir. Nei, ég er ekki að tala tímarnir eru svolítið þannig og þessi umdeldi frambjóðandi Katrín Jakobsdóttir kallar á spennu og hörku að sjálfsögðu einhverju leyti. Já, og það er bara gott og vel. Auðvitað er ég ekki að tala málefnaleg heit að fólk sé að fara í mannin, auðvitað er það ekki gott en við verðum að takast á þessa hluti sem þjóð. Já. Og því ég bara fagna því. Já. Þetta er ótrúlega gaman. Þetta er gaman. Það er ekkert oft sem maður upplifir þessa tilfinningu að svona mikla spennu og svona mikla óvissu. Margrét, hvað er þitt take á það? Já, mér finnst þetta alveg fáránlega skemmtilegt bara alveg frá áramótum og það kom svolítið óvart að Guðni myndi ekki taka eitt í viðbót af því að það er ekki svona hafi verið umdeildur. Nei. Hann er bara búin að vera mjög farsæll og mikil ánægja með hann og svo einhvern veginn kom þarna alveg ótrúlega skrítið tímabil þar sem að enginn bauð sig fram nema Arnar Þór og svo allt í einu var hálf þjóðin búin að skrá sér og margir að ég virtist bara óvart að því þeir kunni ekki að Ísland.is var bara ekki nógu víðfært og notkundavænt þannig að fólk skráði svo óvart í en svo eftir komst einhver mynd á þetta og svo var líka alveg gríðilega spennandi þarna þegar að 12 höfðu skilað og svo allt í einu voru þau 14 og þetta var, mér fannst þetta allt bara alveg stórskemmtilegt og og rosa flott líka bara hjá honum Viktor, að ná að safna þarna undirskriftunum sem að vantaði og eitthvað svona. Já, og hvernig gerir hann það? Sko, hann keyrir hringinn í hringur landið. Já, sem sagt, hann safnaði greinilega handvirt aðalega, en svo þegar það vantaði á, að þá fékk hann fólk með sér, sko, sem að, sem hefði örugglega aldrei skrifað upp á hjá honum. Ég hafði alveg gríðarlega gaman að henni Sigríði Hrund, já. Og ég skil nú bara ekki í fjölmiðlum þessa lands að hafa ekki reddað þessum undirskriftum fyrir hana því hún eyddi svo rosalega í auglýsingar að það hefði verið bara no-brainer að reyna að safna þessu fyrir hana til að hún geti haldið áfram að styrkja fjölmiðlan í landinu og líka hún bara fann upp svo mörg orð þetta var rosalega einlæg og ég hef aldrei séð konu áður mér fannst þetta alveg stórkostlegt en já, ég hef haft alveg ótrúlega gaman að þessu og reynda að horfa á og lesa bara sem best og alveg bara, þetta er búið að vera príma þetta ár Hjálmar Já, ég tek svo sem myndir þetta er búið að vera skemmtilegu tími svona fyrir okkur sem að kannski ætlum okkur ekki að fylgja svona mikið fréttunum en tókumst alltaf inn þeir aftur það er þetta á eldgos og það er búið að vera hvortvekki á þessu ári sko varðandi kosningarnar já þetta kom klálega óvart með Guðna mér finnst það er fullt af ofsalega jákvæðum hlutum finnst mér við fáum marga mjög frambærilega frambjóðendur suma nokkuð þekkta, aðra ekki fullt af fólki sem maður getur mátaði þetta hlutverk og jafnvel enn fleiri sem maður getur séð fyrir þessu hlutverki undir aðeins öðrum kringustæðum heldur en að eru uppi akkurat núna. Og allir regnbogans litir? Allir regnbogans litir og tóka líka út sko svona einhverjar jaðarskoðanir við fáum pínlítið að sjá hvað þær eiga hvað þær eiga í rauninni kannski lítinn sem betur fer hljómgrunn svona prósentulega með við mörg önnur lönd en að vera með í rauninni svona topp baráttu það sem að allt saman er ákaflega frambærilegt fólk er náttúrulega bara að gæfa fyrir okkur. Það er tvennt sem að svona þessar kosningar, þessi kosningabarátta eða aðdragandi kosningarna hefur leitt í ljós. Annars vegar er það náttúrulega bara hvað við vitum lítið hvað forseti Íslands á að gera. Ég held að við séum mörg sem erum velta fyrir okkur hvað við höfum að kjósa. Við erum líka svolítið að velta fyrir okkur hvað er þetta embætti því að starfslýsingin í stjórnarskránni er ákaflega lítil og einföld og ef að það væri allt sem að forseti gerði þá væri bara einhver hverulangt úr lagadeildinni sennilega besti sem við geymdum bara einhver í hillu sko og tækjum fram þegar að umdeild lög eru samþykkt á Alþingi. En það segir sagan okkur að rými hvers og eins forsetaefnis eða forseta hefur verið svo mikið að við höfum verið með gjörólíkt fólk og gjörólíkar áherslur. Akkurat. Og það er náttúrulega sko það gerir náttúrulega það að velja sko, það gerir til dæmis skoðanakannanir svolítið áhugaverð vegna þess
fólk ekki einu sinni að velja í sama jobbið sko. Nei. Þannig að það líka eiginlega að velja sér jobbið sem það að velja í. Þannig að það áhugavert. Og hitt náttúrulega sem einstakt við forsetaembættið á Íslandi að þetta eina embætti sem við fáum að velja þar sem við veljum persónu, við veljum einstakling og einhverju leyti einn maður, akkurat og einhverju leyti þetta líka það hlutverk þar sem að persónan sem velst í það skiptir mestu máli. Það að segja, ef þú vilt burt séð frá stjórnarskrárbundna hlutverkinu, þar kannski hægt að velja tæknilega var þetta bara búa til einhverja kríteríu hver myndi uppfylla þau skilyrði. En það sem við höfum séð forseta gera í sínu daglega starfi að vera einhvers konar persóna sem að nær til fólks, mætir á alls konar viðburði, kemur vel fram bæði fyrir hönd lands og þjóða bæði inn og við út af við og í rauninni það kannski mannkostir sem við erum að velja frekar heldur en akkurat skoðanir eða viðhorf til og ég tala nú ekki lagatæknileg viðhorf og það og jafnvel einmitt að þetta vera fólk sem getur sett skoðanir sína svolítið til hliðar en það hins vegar hefur umræðan verið mjög mikið skoðanir og kannski, og það náttúrulega eitt af því sem að kemur, svona það sem þetta tvennt kemur saman, að kannski erum við einmitt bæði að ákveða hvernig við viljum að þetta embætti sé, viljum við að það taki meira rými heldur en það hefur gert hingað til sem það getur alveg gert. Sá að það svo sem sest í hennar stól getur skapað bæði rými og áhrif stoltið mikið og ákveði hvernig þetta embætti og þá hvaða persónu við viljum setja í það. Þannig að við munum örugglega að sjá 7. Mismunandi forseta lýðveldisins eða ólíka. Karl, þú hefur kosið hvað 2 áður eitthvað svoleiðis? Já, ég man nú bara eftir að hafa kosið Andra Snæsand, ég man ekki hvernig ég kaus í hitt skiptið, þannig ég ekki alveg með það. En já, fyrir mér þessar forsetakosningar, ég veit ekki hvort sé að segja skemmtilegt að maður á að vera heiðarlegur, maður að fylgjast meira með því sem búið að gerast á Gaza og frambjóðendur hafa ekki verið mjög góðir með að tala hreint út hvað það varðar en að bæta sig núna, maður sér það er vaxandi sem eins gott en það heldur ekki endilega alveg út og þau mest að setja heldur samfélagi allt í heild sinni bara hefur verið frekar ómeðvitað þetta ástand og okkur eru flutnar fréttir sem kom út frá ákveðnum sjónarhól og eru út frá ákveðnum hagsmunum, þú veist Rússar eru óvinir okkar, Ísrael bandamaður okkar, þannig að á sama tíma þetta getur verið skemmtilegt og það eru góðar persónur þarna, ég fíla bara eiginlega flesta sem eru í framboði, að þá finnst manni þetta svona frekar ljótt og leiðilegt og alvarlegt og þetta búið að hafa mikil áhrif á það hvernig ég ætla að kjósa og ég tek undir það sem þú varst að nefna að við erum bæði að kjósa einhverja persónu og við erum líka svolítið að kjósa hvers konar embætti við sjáum fyrir okkur þetta sé og ég svolítið á því. Ertu þá að yfirfæra pólitíska ábyrgð alþingismanna Íslendinga, ertu að yfirfæra þá pólitísku ábyrgð yfir á forsetaefnin og yfir á forsetann? Já, út af því að forsetinn eins og einhver svona liðskafteinn sem við kjósum okkur og við kjósum persónu og fyrir mér allavega ættu að vera að kjósa svona siðferðislegan kompás sem að getur komið og staðið gegn þinginu þegar þingið ekki að stjórna í almanna hag og ég myndi vilja sá forseta tala hreint út og mjög beint þegar við erum að horfa á þjóðarmorð í gangi með fullum stuðningi Vesturlanda og með vestrænum vopnum og það ef fólk á að vilja taka mark á sér þá finnst mér að það ætti að tala það sérstaklega í ljósi þess hvernig umræðan hefur verið í kringum Úkraínustríðið og svo framvegis að manni finnst það bara mjög varhugavert og ekki góður vegvísir inn í framtíðina og sérstaklega með þær breytingar sem eru framundan þannig að maður vil ekki Já, þetta mjög alvarlega, það eru alvarlega tímar og þetta mikið undir í þessum kosningum held ég kannski, en við munum ekki vita hversu mikið undir fyrir en eftir á. Í ljósi þess að tímarnir eru alvarlegir og þetta var enda punktur sem kom fram hjá frambjóðendum í allavega öðrum kappræðunum í dag,
að það var fleiri en einn og fleiri en 2 frambjóðendur sem sögðu að við værum að upplifa sérstaklega háskalega tíma núna og viðsjárverða og óvissa framtíð. Í ljósi þess finnst þér þá að Íslendingar verði að einhverju leyti að taka mið af því þegar þeir ganga að kjörborðinu á laugardag? Algjörlega, bara alla leið. Við þurfum að huga að auðlindunum okkar alveg gríðarlega mikið og vel og hafa þær í sameiginlegri eign og nýta þær sameiginlega, ekki leyfa einhverjum örfáum aðilum að draga úr þeim öll verðmæti og eyðileggja þau á sama tíma. Og hvað var það heimsmálin, þá verðum við að fara að tala fyrir alþjóðlegum mannréttindum á alla vegu og gagnrýna þá sem eiga gagnrýni skilið og ekki sigla með einhverjum heimsveldum sem að hafa ekkert annað í huga en að viðhalda völdum og kúgun og arðráni á bara heimsbyggðinni allri. Heldur að ungt fólk, almennt fólk á þínum aldri hafi mikinn áhuga á þessum forsetakosningum? Ég bara satt best að segja, veit ekki, eins og ég segi, ég get ekki verið fulltrúi alls ungs fólks, ég vel til vinstri, þannig að ég kannski tala meira fyrir þau. Já. En meiri tilfinningar í þínu brjósti ef við skiljið rétt núna gagnvart þessu forsetakjöri heldur en þú hefur verið að kjósa áður? Ég kaus Andra Snæ síðast og hann mitt var að tala mikið umhverfismálin og það bara enn meiri alvara núna en þá. Heyrðu, þá langar maður að ræða við ykkur svona taktík frambjóðanda að þetta hefur áhugaverðar sveiflur, dálítið rússíbanar í þessu ferðalagi. Hvað var það fylgið? Við héldum að einhverjum tímapunkti að Halla Hrund væri að stinga af. Svo heldum við kannski að Katrín Jakobsdóttir væri aftur að negla þetta og kannski má segja það í upphafi þá undruðust margir hvað Katrín byrjaði með lítið fylgi sem var örugglega henni og hennar stuðningsmönnum ákveðið áfall. En eitt til dæmis var gegnumgangandi að það mátti ekki ræða aðra frambjóðendur, sögðu þeir svolítið, flestir þessara frambjóðenda og þeir hafa til þess að það er ekki skítkast og eitthvað svoleiðis, en svo sér maður núna síðustu dagana að á kappræðum síðustu daga að þau eru aðeins byrjuð að skilmast innbyrðis þegar þau hittast og ekki síst þau eru farin að ávarpa hluti sem að kannski koma einhverjum tilteknum frambjóðanda ekki vel að sé dregin fram í dagsljósið. En okkur aðeins að fá svona þetta frá ykkur, skoðun ykkar á þessu. Hvaða taktík á þeim sá sem að er að sækja á? Er það öðruvísi taktík heldur en sá sem mælst hæstur? Eitt nú það sem að ég þekki sjálf úr mínu stjórnmálastarfi að íslenskir kjósendur eru ólíkindatól og það er gott og slæmt. Ég held að það sé gott fyrir lýðræðið en slæmt fyrir frambjóðendur. Ef við förum aftur aðeins tilbaka til til 2016 þegar Guðni bauð sig fram þá var held ég nokkuð augljós sú taktík hans að þegar hann mældist efstur að þá eiginlega bara dró hann sig í hlé og bara beið þetta út og gerði ekkert sem hefði mögulega geta raskað rónni eða rugga bátnum og sildi þannig inn í forsetaembættið. En var tæpur á því með að við og þá kem ég inn og það sem einmitt Andri Snær var að segja er að þetta er of stutt. Þetta er of stutt kosningabarátta. Við sjáum líka þetta instabilitet í skoðanakönnunum. Við þyrftum mánuð 2 í viðbót til þess að þjóðin virkilega fái að kynnast þessum frambjóðendum, fái að átta sig á fyrir hvað þeir standa og svo líka, það þarf að hafa í huga eins og við erum með fyrrverandi forsætisráðherra með 17 ára reynslu úr pólitík og að sitja og tala í beinni útsendingu undir gríðarlegu álagi og svo erum við með fólk sem hefur kannski svo mikið sem aldrei mætti í sjónvarpsviðtöl. Og dæmið það harðlega samt og þeir bera það saman við þann sem er þjálfanir. Og svo 2 þrautþjálfaða leikara. Þannig að þetta er ekki alveg jöfn samkeppni og það núna veltur svolítið á því að þjóðin sjá í gegnum þetta og reyna að átta sig hvað er frambjóðendinn raunverulega að tala, hverju er hann að tala fyrir. Eitt sem ég ætla að segja, aðeins út fyrir ekki taktíkina. Nei, gjör svo vel. Orðið er frjálst. Að eins og Hjálmar segir að þú veist, það þarf forseta sem ber sig vel og talar fyrir Íslandi og er svona prúður og fínn út á við. Ég held að geti næstu því tekið hvern sem er að þessum frambjóðendum og þú veist, það myndi ekkit vera neitt katastrófíst að erlendri grundu, það myndi ekkit, allir þessir gæti það. En það sem við erum ekki að velja núna er eins og þú komst inn á alþingismenn, eða alþingismann. Við erum að velja forseta og forseti er öryggisventil og
eins og bara í lífinu, þar sem eru öryggisventlar, við notum það rosalega sjaldan, en þeir verða að vera þar. Og við þurfum að spyrja okkur að því núna, hvaða öryggisventil verðum við að hafa núna? Og ég lít svo á að við verðum að hafa hvað varðar auðlindamálin og orkumálin okkar. Og ég styð persónulega Höllu Hrund í þau efnum, vegna þess að ég treysti henni einni til þess að virkilega fylgjast fyrsta lagi með hvað við erum að gera hérna bak við tjöldin í auðlindamálunum, sjá í gegnum það og að verði okkar öryggisventil fyrir okkar framtíð og þjóð. Mér finnst mjög áhugavert að fylgjast með kollegum mínum, fjölmiðlafólki á svokölluðum meginstraums fjölmiðlum, ráðast bara frekar harkalega að Höllu Hrund fyrir að nefna það að það kunni nú að vera áhugi fyrir því að selja Landsvirkjun. Og það látið eins og að bara einhver ráðherra hafi sagt að það standi ekki til og það bara dugi. Og mér langar bara að minna á það að það eru 2 ár síðan ég skrifaði sjálfur forsíðu fréttablaðsins þar sem einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins lýsti miklu vilja til þess að það eru selt 30-40% Landsvirkjunar, en núna er bara látið eins og þetta sé eitthvað ægilegt tabú. Og stundum botna ég bara ekkert í þessum spyrlum kollegum mínum að þú nefnir þetta með auðlindirnar og maður skildi ætla þetta að vera ábyrg afstaða þar sem hún er að taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni en það er ekki alltaf eins og það selji. Nei, og ég held að sé ákveðin nævitet að trúa því að það verði bara alltaf lognmálla í kringum Landsvirkjun og það sé í þjóðareign. Við erum á krossgötum, við erum á tímamótum í orkumálum, það eru orkuskiptin, það er stríð í Evrópu, það er orkukreppa og þessar auðlindir sem við eigum, auðvitað fara að horfa til Íslands í ríkara mæli og það kemur bara ákveðin freistni vandi upp hjá stjórnmála og þessi þrýstingur það þekkja allir þennan þrýsting á embættismenn, forstöðumenn stofnana og orkumálastjóri hlýtur að þekkja þann þrýsting betur en okkur. Já, en við erum bara láta eins og við vitum ekki á hann. En Margrét, gjör svo. Já, með hvað, taktíkina? Já, taktíkina. Já, ég tek alveg eftir því að þau eru svona aðeins farin að þau líka svona svolítið kannski klók að fara að tala um hluti sem kom sér illa kannski fyrir aðra Katrínu held ég. Hún er náttúrulega með stærsta bakpokan, hvernig sem það lítur á það. Ég meina hún er búin að vera í sviðsljósinu og vera áhrifamanneskja í mjög mörgum umdeildum málum, sérstaklega náttúrulega bara núna síðustu 7 árin í ríkisstjórn sem hún hefur leitt. Og hennar þyngsti bakpoki verður eftir hún tekur þessa ákvörðun að fara í fórstu framboð. Já, það náttúrulega verður mjög og líka í rauninni að því að maður var löngu búin að átta sig á því að hún ætlaði að verða forsti og svo bara þetta ómögulegar tímasetningar fyrir hana. Og ég var einhvern veginn alveg viss hún myndi gera þetta en ég held einhvern veginn hún myndi láta þetta allt springa eða eitthvað, þú veist. En hún rann held ég bara út á tíma með það. Það hefði verið skynsamlegt að sprengja þessa ríkisstjórn í febrúar og vera svo laus allra mála og það væri einhver og það væri ekki henni að kenna ég held alltaf að það væri einhvern veginn og þú veist að komu nokkur svona fléttur en þetta er kannski núna en það gerist ekki og ég bara held að hún hafi mistað mjög góð tækifæri og við líka við getum ekki nýja ríkisstjórn þannig að það er líka bara, henta bara vel henta mér vel ef að hún látið þetta allt springa en hann gerði það ekki og það er náttúrulega, það má margt segja Katrínu og ég ætla ekki að kjósa hana og ég vil ekki að hún verði næsti forseti ekki, þú veist, ég hefði kannski kosið hana eftir 4 ár þegar hún, þú veist, bara við aðrar aðstæður mér finnst þetta bara algjörlega fárleg hugmynd að gera það núna en hún er samviskusum kona og ég held að það sé þess sem að þessi ríkisstjórn sprakk ekki hún er það Hjálmar, er strategía þess sem að þarf að vinna fylgi allt önnur en þess sem leiðir í baráttu? Eitt er nú
eitt er það leiðir enginn, þú veist, eitt er kannski hvað væri rétt að gera og hitt er, þú veist, hvað þessir frambjóðendur eru að gera. Náttúrulega þegar Guðni tilkynnir náttúrulega ekki að fara fram, þá kom það ég held að við komið öllum á óvart og ekkert þessara frambjóðenda var held í neinum formlegum undirbúningi fyrir það að bjóða sig fram til forseta. Einhver þeirra hefur örugglega dreymt það á einhverjum tímapunkti og þú veist, stór hluti þjóðarinnar hefur einhvern tímann hugsað gæti ég verið forseti, þannig að þau hefur örugglega gert það líka. En þetta er þannig að þetta er stuttur tími til undirbúnings, óþægilegu tími eins og þið eruð að nefna fyrir Katrínu, það hefði verið miklu betra fyrir hana að einhvern veginn stíga aðeins út úr stjórnmálunum og koma síðan inn í forsetakosningar eftir 4 ár, sko, þá hugsa ég hún hefði byrjað með og haldið því fylgi sem við vorum að tala að kannski hennar fólk hafi haldið og hún byrjaði í 50% og myndi síðan svona einhvern veginn rúlla þessu frekar auðveldlega upp en hún er ekki að gera það núna. Það hefur örugglega komið henni óvart og ég er alveg vissum að hún hefur þurft að hugsa svolítið taktíkina í því. Hinir frambjóðunir er mjög misvön úr alls konar aðstæðum og ég bara ég skal bara segja það, Hallar Hund er ágætis vinkona mín og ég hef stutt hana frá því að það var hugmynd að hún kemur fram. Mér hafði aldrei dottið í hug að hún byði sig fram sem forseti en leið og ég heyrði hugmyndina þá bara, já, fullkomin í starfið. En þér eru ekki fundist að hana skorti líka aðeins fleiri ár og aðeins meiri þroska? Eins og sumir hafa sagt. Sko, jú og nei, en þú veist það sem ég áveg með Katrínu er að hana vantaði bara bilið, hana vantaði bara pásuna. Það er ekki eins og hana vanti sko aldur. Og bara Hallar Hund er náttúrulega hún er örlítið yngri heldur en Guðni var þegar hann bauði sig fram, það voru Þóra, það talaði enginn að hún hefði verið of ung á sínum tíma, hún var á svipuðum aldri og Andri Snær, það er fullt af forsetaframbjóðendum og þetta er svona einhvern veginn Halli kannski ungleg, kannski er það eitthvað að hafa áhrif á þetta líka, en hún er mjög reynd og með bara allskyns reynslu hérðan og þaðan og svona varðandi taktíkina þá held ég sko ég veit að við mörg sem að stöndum því frambóði nærri erum að gera þetta í fyrsta skipti. Ég hef aldrei verið sko, ég er ekkert í innsta hring þarna en ég hef aldrei verið nálægt neinni kosningabaráttu á ævinni og það gildir mjög mörg sem eru að koma að því vegna þess að hún hefur bara hrifið fólk með sér. Eru þið ekki með þraut þjálfaðar vítisvélar og eru voðal mikið bara að læra bara jafnóðum og við erum að gera og það hefur jafnvel sést sko hjá Höllu Hrund sjálfri að hún hefur vaxið mjög mikið í þeim hlutum sem kannski var einmitt verið að benda á í upphafi kappræður er ekkert hennar hún hefur sjaldan verið í slíkum aðstæðum áður og sást alveg í fyrstu kappræðanum en ef við horfum til dæmis bara á frammistöðunir í þessari viku hún er miklu öruggari og þú veist hún þarf ekki margar vikur í viðbót til þess að vera sko til þess að skáka þeim öllum í þeim kringumstæðum líka. Það er svo smá menningar munur eða mögulega miskilningur að sko þegar hún þakkaði alltaf fyrir spurningarnar mjög amerískt hún har verið mikið þar sko en hér bara hvað er að þér? Hægt að þakka fyrir þessar spurningar Olbúar hittir inn hérna kannski aðeins til að bæta við þarna sko með taktíkina Jón Gnarr og Steinunn Ólína hafa verið í því hlutverki að tala beint tala beint gegn öðrum frambjóðendum. Þau eru þau einu sem hafa allavega framan af þorað að segja bara Katrín þetta og Katrín hitt og beinlínis farið í það. Stundum aðeins óbeinna eins og ég held að þegar Jón Gnarr fór að setja gasa á kortið þá var það held ég svolítið því var svolítið beint gagnvart Katrín því að hún þyrfti þá að svara fyrir hluti sem hún var ekki búin að tala nú skýrt um en síðan er það sko það eru mjög fáir ennþá sem að nefna aðra forsetaframbjóðendur beinlínis og nafn þegar þau kalla eftir einhverjum skoðunum en þau einmitt eins og þau eru að tala um þau lauma inn eða passa að koma að í umræðinni hlutum sem að kannski fólk á erfiðara með að standa undir sko. Já, til dæmis ef einn forsetaframbjóðandi nefnir vaxandi misskiptingu, fátækt skautun og gasa þá fara augu allra á Katrínu því hún er svo eina sem er við borðið sem hefur einhverja pólitíska ábyrgð og hefur eitthvað sko þarf einhvern hátt að svara fyrir þetta hinu sem öll bara valdalaust fólk sko það er ekkert grín einmitt að ríkisstjórnin er mögulega búin að gera sig samseka þjóðarmorð nú þegar þú veist og það verður ekki tekið tilbaka það verður bara skoða það eftir á þú veist og það er þjóðarmorð í gangi núna ennþá
ennþá og það ekki búið að formlega fordæma aðgerðir Ísraels beint. Það ekki búið að beina athyglinni beint að Ísrael og þeim sem að fremja verknaðinn, né búið að styðja við ákæru Suður Afríku, né búið að beita efnahagsþvingunum á Ísrael og við erum búin að skrifa undir The Genocide Convention sem þjóð og í þeim samning segir að þjóðir sem að sjá þjóðarmorð í uppsiglingu verða að bregðast við, annars eru þau samsek og það bara getur verið orðið of seint og við munum bara sjá hvað gerist. Framtíðin mun dæma betur úr þessu, við sjáum þetta ekki alveg nógu skýrt. Nei, þú varst einmitt að mótmæla, var það ekki í utanríkisráðuneytinu í dag? Jú, þannig var Félag Ísland-Palestína fór og vildi flytja smá yfirlýsingu til utanríkisráðherrans. Við vorum með 4 einfaldar kröfur að það verði settar viðskiptaþvinganir á Ísraels ríki að Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísraels ríki að Ísland styðji málsókn Suður Afríku á hendur Ísraels ríki við Alþjóðadómstólinn. Að utanríkisráðherra hafi frumkvæði að samtali við Norðurlöndin, Írland og Spán að samhæfa aðgerðir. Og þetta mjög mikilvægt, sérstaklega í ljósi þess að fólk talar alltaf það eins og við séum að stöndum fyrir mannréttindum, alþjóðalögum og svoleiðis. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur, fyrir smáþjóð, eins og Baldur hefur verið að nefna, að alþjóðalög séu virt og við erum ekki að virða þau. Við erum í sjúkri meðvirkni. Og forseti Íslands getur verið öflugur í því að tala fyrir friði. Margs konar tækifæri sem fylgja því að vera smáþjóð og hæfilega kærulaus og ekki til ofmarks ætlast. Við ættum bara að geta talað beint fyrir siðferði fyrir alþjóðalögum og verið óhrætt við það. Við Eystrasaltslöndin og við kentum sjálfstæði Palestínu 2011, þannig að þú veist við eigum, þetta á að vera okkar hlutverk. Og það má segja að Ástþór með þetta á hreinu. Ég veit ekki alveg með aðferðafræðina. En svona það alveg eitthvað til í tilgangurinn góður. Já, og kannski vanmetum við svolítið líka sem þjóð hvað forsetaembættið getur gert á erlendri grundu vegna þess að þó að forseti Íslands sé ekkert sérstaklega valdamikill eins og við þekkjum það með önnur lönd. Þá þegar þú komið við borðið erlendis, þá það bara president. Þú veist, aðra þjóðir veit ekki. Þetta bæði rétt og rangt, því að þetta, við höfum, þú veist, hort á til dæmis Ólafur Ragnar Grímsson sem gríðarlegt tengslanett, alveg gríðarlegt. Og ég held að fólk átti sig jafnvel ekki á því bara hvernig það liggur allt saman. Það gerðist ekkert á einum degi. Þannig að mörguleyti þá skipti það auðvitað máli bara líka að vera í þessari stöðu að komast að einhverju svona borði en það hlustar ekkert endilega, þú veist, þú þarft líka persónuleg tengsl og þú veist það ekkert endilega eitthvað sem gerist bara við kosningu og einu degi. Hjálpaði við þau tengslu? Hún kom með bara annað. Nei, menn hún kom bara með annað tengslanett. Hann var þegar hann var ennþá þingmaður og varaþingmaður, kannski öflugustu þegar hann var varaþingmaður, að þá var hann að vinna í alþjóðaþingmannasambandi og var mjög virkur í því starfi og skapaði sér bara alls konar tengsl sem maður dulur að rækta. Það hefur mjög mikil áhrif þegar við sem svona Evrópið þjóð og háþróað ríki tökum skýra afstöðu eins og við kenna sjálfstæði Palestínu. Oft að tala alþjóðlega samfélagið, þú veist, þá verið að tala G7 ríkin sem þú veist, 85% mannkynsins ekki í þessum G7 ríkjum eða í vestrinu og oft á tíðum þannig með atkvæðagreiðslur á Sameinuðu þjóðunum að það eru bara Vesturlönd á móti öllum heiminum. Mjög mörg mál sem við flest ef þú heyrir málina þá myndir þú klárlega vilja samþykkja og þegar við kennum sjálfstæði Palestínu þá hefur það mikil áhrif og eins með mörg önnur mál þá ættum við klárlega að standa fyrir því að því það dauðans alvara að alþjóðalögum sé fyllt, að þau séu virt, að þau séu afleiðingar fyrir stríðsglæpamenn og svo framvegis. Mér langar aðeins að víkja talinu núna að skoðanakönnunum og að hve miklu leyti það að marka þessar mælingar, hvort það bara markaðar klukkustundina sem að þær eru teknar, hvort það bara nýr veruleiki á morgun, eða hvort maður hefur svolítið heyrt að það sé verið að draga dálítið djúpt á svörunum að þegar svo margir séu óvissir. Veist þú ekki eitthvað skoðanakannanir? Eitthvað, ég veit kannski meira gögn en akkurat skoðanakannanir en þetta einmitt mjög áhugaverð. Skoðanakannanir hafa verið að versna
undanfarið vegna þess að þegar það var þannig að það var bara hægt að hringja í heimasíma og ná í fólk og það svaraði og þannig var hægt að ná einhver úrtæki af því að það voru allir í símaskráni, þá var hægt að ná miklu betra tölfræðilegu úrtæki. Núna mjög auðvelt að ná í fólk eftir því hvaða lýðfræðilegu hópum það tilheyrir sem býr til skekkju sem síðan verið að reyna að leiðrétta með alls konar hætti og aðferðafræðin þar mjög misjöfn og misgóð og svona, þú veist, það nú einhver sem var búinn að raða þessum könnunum svona nokkurn veginn í áreiðanleika röð og þar sko Félagsvísindastofnun og Gallup fá bestu einkunnina fyrir sína aðferðafræði. Á móti kemur að þau eru líka, sérstaklega Félagsvísindastofnun að taka könnunni við lengri tíma, þannig hún kannski ekki eins mikið punktstaða eins og sumar hinakannanir. Sem kann að skýra okkur sú könnun aðeins öðruvísi í dag heldur en hina tvær. Akkurat. Og það sem hins vegar að marka að aðferðafræði skoðanakanna breytist ekki hjá einstökum fyrirtækjum á milli vikna eða milli kannana. Þannig að trendin, við eigum ekki að trúa þeim. Ef við sjáum að sami frambjóðandinn á einhverju leið í öllum könnunum, þá það örugglega leiðin sem hann á. Hvort sem hann að mæla 5% stigum hærri eða lægri hjá einhverju tilteknu fyrirtæki. Og ef við yfirfærum þetta yfir á veruleika frambjóðanda, pattstaða hjá Katrínu, höglurnar báðar í sókn en Halla Tómasson er búin að vera í meiri sókn. Kom úr sitt hverju áttinni. Halla Hrund toppaði mér snemma og svona, þú veist að fyrir niður og svo virðist hún verið jafnvel á upplið aftur. Halla Tómasson svona eitthvað að hægja á vextinum en hún kom hratt upp svona síðustu vikunar, miklu seinna, leiðu hún fór að komast í kappræðurnar. Það er hennar stærsti styrkleiki sem frambjóðandi, þar sem hún hefur höfuð og herðar yfir alla aðra nema mögulega Katrínu í því formati sem að hafa rosalega mikil áhrif á okkur líka. Jafnvel meira heldur en eðlilegt Þess að kappræður líkjast ekkert að líkjast að mjög litlu leyti daglegum störfum forseta. Hins vegar sjáum við þá alla frambjóðurnar hlið við hlið og við getum borið það saman. Og það þess vegna sem að ég held að bæði við sækjum svolítið eftir þessu formati og okkur finnst gaman að horfa, þetta svona eins og að horfa á Morfís, en líka vegna þess að þá getum við, þessi kemur svona fram og þessi, ég sé hann bara næstu mínútu og það svona eitthvað, við getum borið framistöðu þeirra saman í tíma og rúmi, Já, en þeir sem þurfa á áhyggjur, það eru Baldur, það eru Jón Gnarr og svo náttúrulega ansi stór hluti sem að færa eiginlega ekkert fylgi og stundum finnst mann ekki alveg svona samsvörun á milli þess hvað sumir frambjóðendur hafa vakið í rauninni mikla athygli, það er allir ræðið á götuhorninu en það líka bara, þú veist eins og í kosningunum 2016 þar sem að Elísabet Jökulsdóttir sló gegn og ég meina Elísabet, ég náttúrulega rithöfundur og búin að vinna í bókaútgáfu í allar minn starfsafi og þú veist, hún þekkt í þeirri kreðsu en þú veist, hún var að í rauninni ekki með útgefnd, hún var skefð út sjálf, selja bækurnar sína sjálf fyrir utan melabúðina og eitthvað svona. Síðan hún að vinna bókmenntaverðlaunin og leikrið byggt á bókina vann bara Grímuverðlaunin í gær, skilurðu, og hún sem sagt stærstu forlag landsins keppast hana og þú veist, í raun og veru vann hún var ekki mennum eitthvað 2-3% eða eitthvað, en hún vann hug og hjörtu þjóðarinnar og hún gerði bara líf okkar þennan mánuð svo miklu betra og ríkara og fallegra. Steinunn Ólína svolítið að gera þetta núna. Steinunn að gera það, en mér finnst það líka bara Ásdís Rán. Ég var bara að játa fordóma mína fyrir þeirri konu, þú veist, sem ég fannst bara einhvern veginn. Allar DV-fréttirnar. Já, mér finnst það bara frábær og líka ég sá eitthvað stórkostlegt vídeo á Facebook þar sem að hún og Steinunn Ólína og Ásdór voru að borða í staðarskála og þetta var æðislega. Þau voru eitthvað bara saman þarna og Ásdór, hann búin að vera svona eins og eldirhellir á þjóðinni en núna hann bara brosandi að því að Ásdís Rán þarna og hann hefur svo róandi áhrif á hann og hann bara orðinn viðræðagóð maður og þetta einhvern veginn frábært. Þetta svo frábært og nákvæmlega og það það sem ég finnst eitt skemmtilegast við þessa kosningabaráttu það að við sem þjóð við erum að sjá bara hvað fólk ólíklegustu einstaklingar hafa mikið upp á að bjóða þegar við fá sviðið, fá smá að skína og mér finnst það bara ofsalega skemmtilegt og fallegt. En Hjálmar, ef við fæ aðeins að svona rukka þig
betur þessa óvissu sem þú segir þessi vaxandi, hvað var þar skoðanakannanir, að hve miklu leyti verður að marka síðustu könnun fyrir kosningar sem eru Gallup könnun á morgun? Já, sko, þetta er mjög flókin spurning. Eins og ég sagði áðan, þá er svona félagsvísindastofnun og Gallup eru aðferðafræðilega kannski sterkust, þannig að Gallup-könnunin er góð könnun fyrir það sem hún er að kanna. Hins vegar er það eins og með allar mælingar, að mælingar hafa áhrif á það sem það er mæla og alveg sérstaklega í þessu tilfelli, því að þessi síðasta skoðanakönnun mun mjög líklega að hafa töluverð áhrif á útkomu kosningana og þess vegna verður útkoman önnur heldur en mælingin sýnir. Þannig að mælingin... Til hvers þetta vísa þar? Ég er að vísa til þess að í rauninni skoðanakönnun mun mæla einhverja stöðu og sú staða mun ráða því hvernig töluverður hluti óákveðin og jafnvel svona semi-ákveðina mun kjósa það. Einhverju muni mögulega færa atkvæði sitt út frá því hvernig þetta kemur og það er þá aðalega... Þú ert taktíska... Já, ég er það taktísku kjósendur. Ég er endur á því að við sem að svona kannski sökkum okkur svolítið í þetta, við kannski ofmeldum svolítið hvað þetta er stór hópur. Ég hef sjálfur verið að svona reyna að ímynda mér að mögulega geti þetta þessi taktísku kjósendur gætu mögulega muna 5% stigum sem er náttúrulega hellingur. Þú veist, aðrir halda jafnvel meira en og sko ef ég myndi dæma út frá svona hópnum í kringum mig þá væri það töluvert mikið stærri hópur sem að myndi hreyfast með því. En það þýðir í rauninni þetta, ég held að séu 2 hlutir sem að munu hafa mjög mikil áhrif á morgun á í rauninni niðurstöðu kosningana. Það er annars vegar Gallup-könnunin sem kemur út og hins vegar eru það síðustu kappræðurnar á RÚV. Síðast, þannig að höfðu þær, þú veist, munum hvernig Halla Tómasdóttir skaust upp meira að segja sko á loka degi. Ég man ekki, var einhverju breyta saman, maður ekki 7% sko frá könnuninni sem að byrstist daginn áður og síðan niðurstöðunni í kosningunum. Og fyrstu tölur voru henni ennþá meira. Já, akkurat. Það er spennandi. Þannig að það er sko, þetta mun, þú veist, þannig að ég ætla bara að fullyrða það hér að könnunin sem byrstist á morgun verður töluvert langt frá niðurstöðu kosningana, það þýðir ekki hún sé röng. Nei, en erum við að velta ómikið fyrir okkur þætti skoðanakannana? Það heyri stundum með frakkana sem banna þetta með ákveðnum fyrirvara á fleiri ríki náttúrulega. Erum við ómikið að elta þessar kannanir? Er einn frjálsi vilji okkar og löngun til þess að kjósa bara þá mannesku sem stendur næst hjarta okkar? Höfum við búið okkur til einhver höft? Ég held að þetta sé orðið svolítið skrítið og ef það er rétt það sem ég hef verið að heyra að þú veist, kannar eru að reyna að spyrja fólk bara alveg að draga úr þeim svar, sko. Það er ekki hægt að vera hlutlaus eða neitt svoleiðis. Einhvern veginn þarf að regla þetta ég er ekki gæðin til þess að koma með svar. Ég lendi í könnunum hjá 3 fyrirtækjum, Gallup og Maskinu og Prósent og ég upplifið ekki þannig að það sé að vera að draga út mér svar. En er ekki vegna þess að þú veist eitthvað hvað þú ert að segja? Já, hins vegar, ég er nú bara að hugsa hérna upp átt, ég hef ekki byrjað á að setja, ég veit það ekki. En hins vegar, þú veist, það er spurt, veistu, eða þú veist, ætlar að kjósa eitthvað, svo hefur þú veist, spurt núna í síðustu konunum, hversu líklegt er að þú myndir kjósa? Þú veist, það er alveg, þú veist, 80%, 90% eða hvernig það er. Það sem er þitt vista val. Og svo hef ég líka verið spurt hvað væri annað val sem er líka mjög góð spurning. Og þriðja spurning sem er líka mjög góð er hver heldur að vinni? Því það er ekkert endilega sá sem maður allir kjósa. Nei, alls ekki. Skoðanakannanir eru mjög skoðanamótandi, við veitum það. Og ég meina, bara í auglýsingaiðnaðinum, þá er það, þú veist, 70% fólks segir að þetta sé besta kremið eða eitthvað, skilur. Þetta hefur sálfræðileg áhrif á okkur í undirmeðvinduna, hvort sem okkur líka betur að vera. Og þetta, þannig að þess vegna er það, þú veist, það þarf að passa þetta rosalega vel og mér finnst ekki þetta því að banna skoðanakannanir innan einhvers ákveðs tímaramma fyrir kjördag. Svo ef maður séð svona fréttir flutnar af skoðanakönnunum sem að mann skilst að eru kannski rangar túlkanir eða oftúlkað eða verið að segja hluti út frá einhverju sem er ekki endilega nógu marktækt og áræðanlegt til þess að sko vísindin myndi taka marka í. Og svo er valið að fyrir sömminni hann og alls mismunandi eftir 5 minútur. Ég held að sé nú sko, ef ég má vera ósamalegur einu sinni, þá er ég eins og öndurum með þarna. Ég held að það sé mjög erfitt og í rauninni bara einhverju leyti rangt að banna fólki að safna þessum upplýsingum og setja það fram. Það er ekki alveg eðlilegt svona
finnst mér í lýðræðislegu samfélagi að banna fólki að safna tilteknum upplýsingum á tilteknum tíma eða að setja það fram. Ég myndi hafa meira áhyggjur af túlkuninni og það ekki bara túlkun á skoðanakönnum, heldur líka bara framsetning á fréttum yfir höfuð og þú þarft enga skoðanakönnun til að vera villandi í því. Það eiginlega erfiðar að vera villandi í kringum með tölur heldur en það að vera ekki með það. Það svolítið mikið polarisering í fréttarömmu núna vegna þessara kosninga og maður spyr sig hvort það væri ekki allt önnur stemning ef einn frambjóðandi hefði ekki komið til. Þetta náttúrulega fyrir okkur sem hefur áhuga á svona kosningum, þetta bara drauma staðar, bara, þú veist, þetta eins spennandi, svo spennandi fótboltaleikur. Það getur allt gerst og en þú veist, við gætum bara að fengið forsta sem kosin kannski með 22% atkvæða. Ég held að það þetta væri jafnvel frekar einmitt að frekar en að horfa á skoðanakannanir, horfum að þess hvernig við veljum fórsetann. Því að það er sem við tala 2 umferðir, það er dýrt og þetta er alltaf í rauninni veiga lítið, ég ætla bara að segja það, embætti til þess að bara réttlæta það, en til dæmis röðun eða aðrar aðferðir það sem er tekið tillit til meira heldur en bara eins vals. Já, það veit ekki allir hvað þú ert að tala um kannski að vera 5 valkostir og þú myndir að haka við þann sem þú vilt helst sjá og svo 2, 3, 4, 5. Það eru alls konar svona kosningakerfi sem getur atkvæðið miklu virkar og núna bara með tölvutækninni er þetta bara mjög lítið mál og Írar eru með það sem kallast single transferable vote og þú ert með 1 atkvæði, þú getur setta bara á 1 og þú getur líka raða frambjóðendum í röð og svo er það bara reiknað út og í svoleiðis kerfum þá ertu kannski að fá þann sem að flestir setja í annarsæti. Hins vegar, ef þú ert að fara í 2 umferðir, þá gerist það sem að gerist alltaf við okkur í Eurovision að verra lagið fyrir í alvörunni, það gerist alltaf. Þetta er alveg horrið. Þetta í alvörunni, já, en það er rosa, 2 umferð getur verið heppileg til að stoppa fólk eins og Marine Le Pen eða eitthvað skilur. En þú veist, eins og bara Eurovision síðast þar sem að við vorum með Palestínumann, það var bara greinlegt, það var fullt af fólki sem vildi ekki senda hann og stoppaði það, skilurðu. Af því að, Ég með 2 spurningar áður en við slútum þessu. Ég veit að það er orðið svolítið áliðið og kæra þakkir fyrir að koma hérna í beina útsendingu til okkar. Ef þið eruð að hlusta á útvarpið þá eru við sem sagt hér með 4 frambjóðendur og nei Næs. Það er ennþá meira spennandi. Ég er sjálfur hún svo þreyttur og sé ekkert af því ég er ekki með gleraugun og tölva mín hún er ekki alveg að svara mér. En sem sagt, hér kynnið ykkur bara. Ég heiti Sara Óskarsson, ég er listamaður, varaþingmaður og 5 barna móðir. Ertu 5 barna móðir? 5 barna móðir. Ég heiti Margrét Tryggvadóttir, er rithöfundur. Hjálmar Gíslason, verið ég hugbúnað að gera í nýsköpun að gera svona frá því ég mann eftir mér. Karl Jan Kristjánsson, ég forseti ungra sósíalista stuðningsfulltrúi á Samhjálp og fjölmiðlamaður hér á Samstöðinni. Já, og ég heiti Björn Þorláksson og við erum að reyna að rappa upp, þetta er nú kannski síðasta kvöldið fyrir forsetakosningar þar sem að fólk talar svona frjálst það sem er að gerast á laugardaginn. Við erum vönuð í að laugardagurinn sé svona helgurdagur, friðhelgurdagur, við erum ekki að reka áróður fyrir einu þar og á morgun þá náttúrulega á Ríkisútvarpið svolítið sviðið annað kvöld. En áður en við hættum, það eru 2 spurningar sem ég langar til þess að fá svör við. Í fyrsta lagi þá verður ekki undan því vikist að ræða aðeins eins og pistil Auðar Jónsdóttur menningarelitismann. Við erum hér með 2 listamenn og maður heyrir af vinslítum, fólks á millum út af hitanum sem sem hefur kviknað í tengslu við það hvernig í fyrsta lagi náttúrulega vegna frambjóðandana og sögu frambjóðandana en ekki síst bara vegna viðbragða Íslendinga ef þú útsetur í þannig að þú ákveður að skrifa eina grein til stuðnings einhverjum einum þá sýnist mann á Facebook að þú setir sjálfa því ákveðna hættu sérstaklega ef þú fjallar sumt fólk frekar en annað og
þessi elítíska umræða án rétt á sér? Sko, Helgi Hrafn Gunnarsson, hann setti svolítið góðan status á Facebook í dag. Það sem hann fjallaði einmitt notkun orðsins elítu. Og hann segir að þetta sé náttúrulega illa skilgreint orð, óskilgreint orð sem fólk notar sem fúkyrði. Annað fólk sem þið líkar ekki við, annað fólk sem yfirleitt hefur meiri völd eða peninga eða bæði en það sjálft, skilur við. Þannig að þessi togstreita þarna, ég verð að segja bara eiginlega úff, smá. Ég hef ekki blandað mig í þetta og ætla ekki að gera það beint. Þú veist, minnir mig stundum pínlítið á byltingin étur börnin sín þegar það fer af stað innan ákveðins hóps, allir svo ósammála, þú veist, og kemur svona einhver núningur innra með þegar undir niður eru flestir kannski bara með svipaðar lífsskoðanir. En það voru ansi margar meiklaðar málsgreinar í þessum pistli. Já, þessi pistilana Auðar var dundur. Það verður ekkert frá henni tekið, sko. En allt hitt og viðbröðin og allt það, ég ætla að svara bara sem minnst út í það, ef ég má. Kannski leyfa Margrét að gera það. Ég var svo heppin að vera í útlöndum bara í síðustu viku og horfði bara át í og fjalla. Mér fannst þetta mjög góð grein og var sammála inntaki hennar og að langflestu leyti. Mér finnst óþægilegt þegar að við sem höfum menningarlegt auðmagn, ef ekki að segja, nota það bara, eða félagslegt auðmagn eða ákveðin svona tök eða valdastöðu, notum hana til að styðja áframhaldandi völd. Mér finnst bara allt annað að styðja opinberlega eitthvað nýjan frambjóðanda eða eitthvað sem eða bara þú veist þetta flokkin manns ef þú ert annan borði í stjórnmálum skiluru en flokkarnir eru náttúrulega valdastofnanir en þær eru náttúrulega mjög misburðugar. Heldur að Katrín hafi ekki notið þess að margir svona burðarásar í samfélaginu? Já, náttúrulega eftir að telja bara eftir hvað kemur upp úr kjörkursunum en ég held að hún hafi gert ráð fyrir að njóta þessi meira mæli en hún gerir eða virðist gera á þessar stundu og ég mér finnst sko en ég vil líka segja það að ég hef og sérstaklega kannski á samfélagsmiðlum séð gagnrýni á hana og aðra frambjóðendur sem er bara alveg gríðarlega ómálefnaleg þess að það er bara ekkert vandamál að setja fram mjög vel rökstudda gagnrýni og málefnalega gagnrýni á og mér fannst þessi grein Auðar algjörlega vera það en þú veist það fólk hefur verið að deila ykkur skopmyndum þar sem að hún er svona leikbrúða í fanginu á Bjarna Ben og annað þetta er náttúrulega lýsir ákveðinni kvenfyrirlitningu og ég held að Katrín hafi bara gert öll mín sín mistök sjálf bara það var enginn að stýra þín fyrir hana Hjálmar, hvernig svona en líka það góða sem hún hefur gert hún hefur náttúrulega verið bara í pólitík lengi og það skiptast á skinnskúrir. Hvert er matið þetta á hver svæsin kosningabaráttan hefur orðið og skautuð? Er þetta slæmt með að við fyrir kosningar? Sennilega hefur nú ekki séð svona hatrama orðræðu í forsetakosningum á Íslandi áður en þetta er náttúrulega bæði heyrast náttúrulega ljótustu og neikvæðustu ræðurnar er allt of hátt og heilt yfir er fólk náttúrulega alls ekki svona orðljótt eða skapheitt eða ómálefnalegt þannig við mögum ekki gera of mikið úr því það er svona komum að sinna áðan það er kannski einhver leiti allavega mörg sem að upplifa þessi meira undir en áður og það kemur náttúrulega aðeins inn á svona þennan elitisma, það er náttúrulega myndin sem að Auður dregur þarna upp og hún er stórkostlegu penni og þetta er burtséð frá öllu öðru alveg frábærlega skrifuð grein og reyndar fyndi við náttúrulega þekkjum við erum öll einhvers konar elíta og við þekkjum hana kannski allra síst sjálf þú veist, helmingur íslensku þjóðarinnar tilheyrir 1% og ef við tækjum hana á heimsvísu heimsvísu, allir Íslendingar nema kannski 1% Íslendingar akkurat, þannig að og að því leyti erum við öll elíta en það er náttúrulega það er þessi kannski einhver liti þarna erum við að tala meira íhald
versus restin og íhaldið hjá Katrínu og það kannski einhverju leyti það sem við meinum með elita hérna, íhaldið jú í hverju þjóðfélagi þeir sem eru ofan og vilja engu breyta og það kannski elitan sem verið að vísa í og Katrín veit þetta alveg, það ekki tilviljun að hún að draga fram bara í dag til dæmis í umræðum, sko hún að vísa í samtölun sem hún hafi átt við fólk út allt land og þú veist það sé svo alþýðlegt en hvað hún búin að vera að gera þessi 7 ár sem hún forsætisráðherra eða öll þessi ár sem hún verið í pólitík, hún ekki búin að vera að tala við fólki í landinu, það ekki vandamál? Þannig að sko hún að reyna að verða alþýðlegri heldur hún í rauninni hún hefur kannski endilega efni á. Já, ég held þessu líka að prófa, sko, þau eru snúa frá taktík. Ef mann rétt á fyrstu auglýsingarnar, þær voru hún og erlendir þjóðhöfðingjar. Já, einmitt. Já, svo gengur það ekki. En hérna... En Helgi Rafn segir að þessi fólk sé að nota þetta sem... Sósíalískur elitismi? Sósíalismi náttúrulega. Lesa söguna. Já, lesum söguna og þegar landbúnaðarbyltingin kemur og við erum ekki lengur í veiðamann og safnarasamfélagi þá myndast stéttaskipting. Og elitan sem að, prestarnir, stríðsmennirnir í fyrri samfélagum, þau réttlættu þetta núverandi valdastöðu og kannski verið að tala það hér að elitan hér heima að standa vörð íhaldið, valdið eins og núna, sem að ljúga okkur stöðuna, segja að það hafi aldrei verið betra hér, en það eru fleiri og fleiri sem að finna bara virkilega fyrir þunganum af því að fátæktir aukast, að velferðarkerfin okkar að hnigna, að tækifærunum okkar að fækka, að það vera einkavæða auðlindirnar okkar og koma bara út úr landi, þú veist, þannig að ef fólk í mikilli ábyrgðarstöðu eða hefur mikið menningar auðmagn og að nota það til þess að ýta Katrínu áfram í dag, það bara til skammar, finnst mér. Og það bara einhver sem ekki að verða fyrir barðinu af þessari hægri stefnu sem hefur verið rekin hérna síðustu 7 ár sem gæti sagt eitthvað svoleiðis og það vortu bara eins og einhver prestur faraósins að styðja faraóin. Ég ætlaði sko, ég kláraði ekki nógu vel spurningunni, ég ætlaði að skjóta þig að þér og skjóta þig á þig hvort það væri elitismi innan sósíalistaflokksins. Ég meina það fyrir eftir hvernig þú skilgreinir það, sko, eða hvað átt við. Já, einmitt. Sumir hafa lesið fleiri bækur og eru með víðari þekkingu á sögunni og þá á að taka vonandi meira mark á fólki sem eru prófessorar í hina þessu. Einmitt. Nei, afsakaði ég húmóri minn orðin skektur og löngum í. Við erum fórstafram. Þetta þróunarferðli og sósíalistar líta þannig að efnisleg saga, bara saga mannkynsins að það eru stéttaátökin og við erum búin að vera að það þróunarferli í gangi sem við erum partur af og það mun halda áfram. Það eru þessar stéttarátök sem að marka þróun siðmenninga alveg gríðarlega og sérstaklega einmitt núna á heimsvísu eins og þið nefnið við erum öll í gríðarlegri forréttindastöðu ef það eitthvað fólk í heiminum sem á að hafa svigrúm til þess að taka á stóru vandamálunum sem eru framöndan að vera það við. Heyrðu, hérna í lokin þá ætla ég að biðja ykkur, ég held að þið hafið öll að einhverju leyti séð eitthvað af efni í dag, einhverja kappræður, annarkvort á Mogganum eða Stöð 2, ef ég skil ykkur rétt og mér langar svona að biðja ykkur að hlaupa yfir það hvort það var eitthvað svona aha-augnablik, hvað ykkur fannst mest spennandi og segið mér nú kannski svona í lokin bara hver verður forseti Íslands. Ef að taka þennan hring og byrja þér. Ok, sko, það sem mér fannst áhugavert í dag var þarna í lok kappræðanna á Stöð 2, þá fekk hver frambjóðandi að tala í að ég held 1 mínútu. Í lokin? Já, í lokin. Mér fannst áhugavert að sjá, sko, hvað eins og Höllurhund hefur farið fram eins og þú varst að segja, varst þú ekki að segja það? Hún var miklu beinskeyttari og svoleiðis. En nú er heilu myndbir hættur að virka. Það er svo heitt hérna. Það er svo heitt hérna. Heitt og loftlaust. Fyrir ekki, hvað sagði það var? Það var svona... Hver vinnur? Já, hver vinnur. Hvort eitthvað stæði upp úr umræðan og já, hver vinnur? Ok. Kosningaspá. Það sem ég held að vinni er ekki svo sem að ég vil að vinni, en ég er búin að segja það í ansi mörg ára og ég held að Katrín verði forseti Íslands. Einmitt. Ég held að hún vinni. Já. En ég
held með öðrum frambjóðanda eins og hefur komið við fram. Já. En þegar það standa upp úr lokaorð Höllu Hrundar og hún var að ávarpa málefni, hún var að ávarpa umhverfis auðlindirnar og það allt saman. Já. Margrét? Já, mér fannst, ég horfði á Stöð 2, ég náði ekki Mokkanum, en og mér fannst Höllurnar og Baldur best í lokaorðunum. Já. Og ég búin að halda allt þetta ár og verið spurð nokkur sinnum í spánakönnunum hver ég held að vinni. Ég hef sagt Katrín. Já. Þangað til í gær, þá sagði ég Halla Tómasdóttir. Þangað til í gær? Já. Þá svaraði ég Halla Tómasdóttir og ég held að hún bara, ef maður horfir á bara siglinguna sem hún á, og það er ekkert sem bendist til þess að hún sé hætta, og hún stendur sig alltaf svo fáránlega vel í þessum þáttum. Hún er bara svolítið með þetta og svo held ég að það séu kannski margir farnir að hugsa, já, ok, þú veist, er ekki komin tíma á konu og ég held að hún muni tæka frá Baldri og Jóni. Já. Og hugsaðar fegurðin í því og reyndar Höllurnar báðar, en ég held að Halla Tómasdóttir hafi þetta. En hugsaðar fegurðin í því að enginn átti vona á að Halla Tómasar gæti fengið annað tækifæri til þess að verða forseti. Og ég var algjörlega þar, ég var hugsa æni, hennar mómenti búið, en svo strax í fyrstu kappræðanum að RÚV, þá bara, já, hún var svona góð. Hún er það. En ef hún yrði forseti, þá geti svo Halla Hrund komið aftur seinna. Komið eftir 8 ár. Ég bara fann að vera að segja. Það er alveg rétt. Eða gert eitthvað annað frábært. Já. Hjálmar, hvað stóð upp úr frá deginum, skipti dagurinn einhverju máli, færðan fylgi til og hver verður forseti? Já, ég meina allir dagar skipta máli og þeir skipta meira máli eftir þessi nærkemur kosningum, þannig að þetta er einn af stóru dögunum. 2 kappræður þar sem við höfum tækifæri á að bera saman allavega þessa efstu frambjóðendur. Mér langar svolítið að segja og kannski fer aðeins aftur líka í byrjunvikunar hjá Heimildinni að mér finnst Jón Gnarr mörguleiti hafa átt svið, hann átti sviðið þar alveg klálega, komið alltaf orku inn í þetta og hann gerir það í rauninni öllum kappræðunum, kannski ekki alveg hittinn í dag eins og hann var þar, en hann er með alltaf hann tón heldur en hinn. Hann er meðvitað á skjön. Hann er meðvitað á skjön og hann gerir það mörguleiti vel. Þetta væri allt öðruvísi án hans og ég held að þetta sé betra fyrir hann. Hitt sem ég tek eftir síðan er bara þessu, við vorum að tala áðan, sérstaklega með Höllu Hrund, hvað hún er orðin miklu betri í þessu og í rauninni hefur orðið þá stuttum tíma sem að bara sýnir hvað hún er fljóta að læra og fljóta að tileinka sér nýja hluti sem að voru kannski ekki hennar til að byrja með. En þú spyrir hver verður næsti forseti. Næsti forseti heitir Halla. Ég veit ekki hvort hún heitir Halla Tómasdóttir eða Halla Hrund og ég byggi það á eftirferðandi. Fylgið hennar Katrínar er fast og mun ekki fara neitt. Það er ekki að fara mikið af aðkvæðum til Katrínar á morgunu hinn. Þannig hún endar með 23-27%. Og morgundagurinn skiptir rosalegu máli, Gallup-könnunin og síðan ofan á það, sérstaklega ef að sama Hallan hittir nú í marki báðum, þá mun það ráða úrslitum niðurstöðu kosningana. En einu viðbótarspurning af því ég heyrði 2 gamlingja á framboðsundi Katrínar annars sagði við hinn við skilum okkur á kjörstað ólíkt unga fólk. Heldur að það geti verið af því að ef við brjótum niður stuðningi við Katrínu þá er þetta eru ábyrgir borgarar með aldur líklegir til þess að skila sér á kjörstað. Heldur að það geti skipt? Já, ég held að það skipti máli. Það áreindar líka svona lýðfræðilega samsetningin á kjósendum annara er dálítið þannig líka. Nefni til dæmis Höllu Hrund sem er með mikið fylgi meðal eldra fólks og fólk sem er held ég mjög líklegt til þess að mæta á kjörstað. En ég held að mæli það sem að vegur upp á móti með Katrínu er að hún mælist örugglega mjög vel í könnunum. Það er engin að, fólk er ákveðið og það er engin að fela það er engin að fara ákveðið á síðustu stundu og það er engin að neita því ef þú ætlar að kjósa Katrínu þá segir þau bara að ætla að kjósa Katrínu og þess vegna heldur hún mælist rétt. Það er enda góður punktur. Já, ég hafði ekki pælt í þessu.
Herðu, og þá ferð þú eiga að loka orðin hjá okkur, Karl. Já, mér fannst báðar höllunar einmitt standa út áðan, báðar mjög góðar. Halla Tómasdóttir með spennandi nálgun í svona samráði við fólk og svona raunverulegar lýðræðistilraunir sem hún með. Slæmpi velja fólk og fá að fundi og mjög gott að sjá innflytjenda ráðstefnuna hvaða var þarna fundin sem hún hafði með innflytjendum. En Halla Hrund tók vinningin fyrir mig hérna í lokaorðum Stöðvar 2 þegar hún fór beint í að tala auðlindir landsins og tala að það verið að sækjast í þessar auðlindir. Bæði innlend auðvald að selja þær til erlends auðvalds og ég held hreinlega að hún muni vinna og vona það. Ég vona innilega að verði ekki Katrín, sérstaklega vegna þess að hún hefur verið að reka hérna hægri stefnu með Sjálfstæðisflokknum í 7 ár og það eitt mjög áhugavert sem vakti ekki lukku hjá mér að sjá þegar hún kom hingað í fyrsta sinn reyndar hjá stjórnarskrársfélaginu sem var að spyrja frambjóðendur út í stjórnarskrána að þegar Katrín var að tala málskotsréttin þá sagði hann að það er þessi litla grein. Það er þessi litla grein eins og það væri eitthvað auka atriði og það má kannski túlka það þannig en ég sé það alls ekki svoleiðis og sérstaklega ekki þegar við erum með þing sem að stjórna í ótakt við vilja almennings sem við sjáum bara trekk í trekk í skoðanakönnunum að þá sé ég það sem svo að forseti á að vera með þessi öflugi öryggisventill og bara nota málskotsréttin bara nógu oft sérstaklega þegar þingið að brjóta á okkur aftur og aftur. Einmitt. Það einmitt þessi frasar, sameiningatákn, öryggisventill og svona. Við erum samt búin að heyra miklu minna öryggisventilin en hérna eftir hrunið. Það var bara öryggisventill með síðustu 2016. Það snýrist allt öryggisventilin. Hann bara hvarmu. Ólafur er alltaf að hætta við hætta og bara því að það var svo öryggisventil. Kannski er það með þess að mikilvæga núna. Brilljant. Þess að þeir fá firðina, þeir bara menga þar áfram. Það verður það eins og í Noregi þar sem að firðirnir eru bara lífleysir og dauðir. Þannig að kannski er það mikilvægara en nokkuð tíman. En það er alltaf mikilvægt. Það er alltaf mikilvægt. En svo bara fólk mæti, hvert sem það ætla að kjósa, bara gerðu það, mættu og notaðu þennan kosningarétt, hann er ekki sjálfsagður og ekki láta veðrið hafa áhrif á það og sérstaklega þegar svona mjótt á munum að það bara skiptir hvert einasta atkvæði alveg rosalega miklu máli. Og reynum að hafa þetta eins nákvæmt og hægt er. Ég bara... Þetta gæti reynilega ráðist bara á 10 atkvæði. Alveg. Það er bara... Spurning. Það er raunhæfur möguleiki. Og Karl ætlar að fá unga fólki á kjörstað, það ekki? Eins og ég get, ég reyni. En hann viðurkennir samt að hann sé einhverju svona búblu þannig að hann tala ekki fyrir hönd Nei, ég gerir mig grein fyrir að ég er með aðra skoðanir en flestir kannski af minnum aldri en ég er líka búin að vera að fylgjast með og vera aktífur í þessu í langan tíma og svoleiðis þannig að ég held ég sé ekki representative um mér. Einmitt, heyrðu það búið að vera frábært að fá ykkur í heimsókn. Karl Hjálmar Gíslason, Margrét Tryggvadóttir, Sara Óskarsson, nú þurfti ég ekki að kíkja nú í blöð sem muna nöfnin ykkar en bara kæra þakki fyrir komuna. Við á Samstöðinni erum óendanlega þakklát þeim fjölda viðmælanda sem að leggur það á sig að koma til okkar, eiginlega bara liggur mér við að segja dag sem nótt, stundum í beinar útsendingar, stundum í viðtöl sem fyrirfram eru tekin og sýnd síðar en stuðningur ykkar, áhorf og hlustun og fjárframlög þar sem þið geti bætt við þeir sem eruð að fylgjast með okkur án þess að borga mánaðagjald með því að fara inn á vefurinn samstöðin.is og íta þar á nafn sem heitir áskrifendur. Við værum hér ekki nema vegna ykkar og erum eins og ég segi mjög þakklátt fyrir allan stuðning, hvatningu og fleira gott og við höldum áfram að sinna okkar starfi með ykkar stuðningi. Þessi kjör, kosninga, forseta þáttur verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld en við vonum að þið hafið notið hans. Verið þið sæl.